Komið sæl og blessuð, velkomin í helgispjall. Foreldrar eiga að vera leiðinlegir. Þetta málsgrein sem maður rekst á internetinu ef maður googlar gest þáttarins í dag. Þetta svolítið áverandi skoðun, en ég held nú að væntum þykja gagnvart börnum sé uppsprettan áverandi skemmtileg skoðun og nafn Ársæls Arnarssonar, prófessors, varð á margra vörum, ekki alls fyrir löngu og kannski ennþá, vegna þess að foreldrar eiga stundum að vera leiðinlegir. En fræðastarf, lífshlaup, skoðanir og ferill Ársæls bendi til að hann hafi sögu að segja og hann gestur okkur þessa vikuna. Vertu velkominn, Ársæll. Takk fyrir boðið. Gaman að fá þig. Já, gaman að koma. Ég byrja á svona svolítið áður við förum í leiðilegu foreldran og allt það og hvaða lífssögu þú hefur að segja og svona hvernig við getum tengt það samfélaginu og þjóðmálum. Þá ætla ég bara að byrja á því að þú kemur hingað sem sagt inn að húsinu á stígvölum, háum stígvölum og mannbrotum. Og myndi börnunum þínu finnast það cool? Nei, alls ekki. Og ég í gærkvöldi þá fór ég í körfubolta með vinum mínum og ég hljóp út í stöðbuxunum og var í svona háum svörtum íþróttasokkum. Já. Og fór á þetta í stígvélin og mannbrotana ofan á það og dóttir mín leit á mig og hún sagði bara, pabbi, af hverju þarf þetta að vera svona? Þetta var svo einlægt bara af hverju þarf að vera svona. Mér dettur í hug gamla slagorðið sem notað var trabantinn. Það var skynsemin ræður. Já, skynsemin ræður þarna og mér finnst bara ekkert smart að vera blautur í fæturnar. Ég hef aldrei séð neitt og vera að eyðileggja fínu skóna sína í einhverju slabbi. Það er bara, ég bara ekki þar. Ekki bætir úr þegar salta snjóin. Nei, gjöreyðilegur alla skó. Og svo það auðvitað með mannbrotana að ég flaug á rassinn síðasta vetur. Já. Byrjun desember, það sem var svona einn dagur, það sem allir flugu á hausinn og ég brákaði að braut rifbein og ég var einmitt ekki á brottunum þá og ég hugsaði bara, ég nenni þess ekki aftur. Þannig að það er bara belti og æslabönd, Já. Þú minnist á körfubolta. Já. Og þú ert hávaxinn maður. Varstu eftirsóttur í körfuboltaliðin vegna hæðarinnar þegar þú varst krakki? Já, ég var örugglega eftirsóttur í körfuboltaliðin en ég get ekkert í körfubolta. Þannig að þú veist, menn áttu þessu fljótlega á því Nei, ég bara gaman að þetta bara svona bumbubolti sem við höfum verið í félagarnir núna bara það er svo hræðilegt, þetta næstu að vera 40 ár og við höfum alltaf spilað og auðvitað þetta svona, þú veist, þetta bara hlaup fyrir gamla kalla og þetta ekki áferðafallegu bolti, Það enginn að kasta sér eftir lausum boltum eða, þú veist, það alla menn að beygja sér niður eftir honum, En 40 ár, það er nú ákveðin fegurð að halda hópinn svo lengi og guðsþakkarvert að fá að lifa bara svo lengi að maður geti stundað eitthvað sem mann finnst skemmtilegt svona lengi. Nei, það er algjörlega málið og þú veist, meiðslalistin er oft svolítið langur hjá okkur. En alltaf þegar maður kemst af meiðslalistanum inn á völlina þá einmitt þakka maður ótrúlega mikið fyrir það að fá bara að geta aðeins svona, ég veit ekki hvort að maður getur sagt hlaupið en svona hreyft sér hratt og verið með bara vinum sínum, það er auðvitað bara gaman að leika sér með vinum sínum. Já, og bara að leika sér, mikilvægt þess að leika sér. Nei, algjörlega. Já. Algjörlega. Mér finnst ég held nefnilega að við áttum okkur ofta ekkert á því hvað leikur er mikilvægur fyrir okkur öll. Ég hef einmitt hugsað rosalega mikið þetta síðan snjallsímavæðingin tók svolítið á okkur þetta leikrými. Þetta sameiginlega leikrými. Það er algjörlega sammálaðið. Og málið þú veist eins og fyrir mig, ég hef kannski ekki svakalegar áhyggjur af því hvað krakkar að gera á netinu. Jú, sumir fara á einhverjar skrýtnar síður en það hefur alltaf verið einhvað framboð af óhuggulegum hlutum í veröldunni en það sem ég hef áhyggjur af einmitt þetta að hvað tekið í burtu, hver þetta fórna fyrir þennan tíma og þú ert að fórna rosalega miklu í leik og leikur
ótrúlega skemmtilegur. Mér finnst að við ættum sko að hætta að tala um það sko brjálega að gera í vinnunni sko og spyrja frekar sko ertu duglegur að leika þér? Já. Þú veist, við ættum að spyrja alla af því sko. Já, mér finnst það mjög góða punktur í þessu. Og mér finnst líka að þegar við erum að setja mælistiku á mikilvægi okkar að allt fólkið sem að fylgist spennt með tekjublöðunum og hver með hæstar tekjurnar mér finnst það ekki endilega neitt frábær mælikvarði á það hvort við erum að lifa lífinu til góðs. Mér finnst það skipta meira máli að velta því fyrir okkur benda börn bendir ferill barna viðkomandi til þess að viðkomandi sé gott foreldri. Ef það er gott foreldri þá er það svona meiri forspá að manneskjan lifir innihaldsríku lífi heldur en hvað hann er með í mánaðartekjur. Nei, algjörlega, ég held að það sé alltaf, þú veist, ertu góð manneskja og ertu gagligur fyrir aðra í kringu þig, þú getur alveg þénað alveg fullt af peningum og verið góð og gagleg manneskja. Það er ekkit það er ekki það að það útilóki hvort annað en ég er alveg sammálaðir að ertu að gera eitthvað skemmtilegt, ertu að gera eitthvað sem að gefur þér eitthvað, þú veist. Mér finnst það miklu og ég hef einhvern veginn svolítið í mínu lífi svona svolítið reynda að elta það sem að mér finnst gefandi og skemmtilegt og það er, það hefur verið svona meginstefið í mínum ákvörðunum í lífinu, sko. Mér finnst ofta ágætt að hefja svona spjall bara á því sem kemur fyrst upp í hugan en við ætlum að kynnast þér svolítið aftur í tíman og svona æviðinni, ferli og öðru. Þú ert Akurnesingur, er það ekki? Já, ég er borinn og barnfæddur og á mikið af ættum upp á Skaga og þannig að ég bjó þar alveg fyrstu 19 ár ævinar áður en ég fór í Sollin og Sollin til Sódómu og svo bjögum við nú næstu við hlið á Akureyri í nokkur ár og þar kynntust við. Á hvaða árum er það? Ég fer til Akureyri 2007 í hausti 2007 þá flytjum við til Akureyri. Og er þar ég er þar í 8-9 ár. Spólum aðeins aftur Akranes, góður staður fyrir þig að alast upp á? Já, fínn staður. Þetta er auðvitað bara svona eins og þessi litlu staðir eru. Þú átt stóra fjölskyldu og og ert með mikið stuðningsnet í kringum þig en þú ert auðvitað fastur í ákveðnum mynstri, skilurðu, þú ert flokkaður með ákveðnum hætti og vegna þess að þú veist, fólkið þitt er svona þá ert þú svona og svo framvegis, skilurðu. Og hvers konar stimpill var á þinni fjölskyldu og þér? Mín fjölskylda er hefur alltaf verið mjög mikið virk í íþróttum. Það eru fáir afreksmenn í minni fjölskyldu en við höfum mjög gaman af íþróttum. Meira að hugsa leikinn heldur en... Meira að hugsa leikinn heldur en árangurinn kannski. Byggði í það en og svo er mitt fólk hefur verið mjög vinstri sinnað í gegnum tíðina og þannig að ég var svona afgreiddur af vinum mínu sem kommunisti bara áður en að ég fikk nokkuð það að segja, sko. Samt svolítið erfitt að kalla þig komatitt vegna hæðarinnar. Nei, það er engin kalla með það en ég hef alltaf verið vinstri sinnaður eins og fólkið mitt. Gengstu í því? Já, gengst bara mjög fúslega við því, sko. Stoltur? Já. Ég á mjög erfitt með að staðsetja mig einhvers staðar annar staðar. Það er bara, ég hugsa, það er þetta uppeldið að stórum hluta og þú veist, það var mikið, fólkið mitt starfaði mjög mikið í svona á vinstri vagnum. Það var aldrei svona kannski mikið að trana sig fram en starfaði mjög mikið. Já. Hvað varstu gamall þegar þú hugsar ég ætla að verða þetta?
þetta góð spurning. Ætli ég hafi ekki verið svona 16, 17 ára, þá fór ég að spá í það, mér langaði til að vera barnalæknir eða sálfræðingur einhver svoleiðis. Og og já, og það svona lotti við mig, ég kannski var nú ekkit sérstaklega mikill námsmaður, móður minni finnst alltaf mjög fyndið, sko, að það þurfti hálfpartinn að draga mig í skólan þegar ég var 6 ára, mér langaði ekki til að vera þar, sko, og svo hef ég verið í skóla bara næstum því síðan, sko, ég hef reyndar vann í lyfjabransanum í svona 10 ár og var að vinna fyrir styrktafélag lamara og fatlara, en langstærsti hlutin hefur verið í skóla sem ég samt aldrei þoldi sem barn og unglingur, sko. Og það ekki, leiðir ekkert vel í skólanum? Ég var, jú, en mér leið best fyrir utan stofuna, skilur við, þú veist, í einhverju svona bralli og svoleiðis. Mér fannst ekkert rosa gott að sitja mikið kjur. Nei. Ég þurfti líka að hafa skoðanir og öllu og þurfti að segja þær upphátt. Já. Þannig að við misgóðar undirtektir kennara. Við misgóðar undirtektir kennara. Ég vorkenni oft, sko, ég hugsa oft til þessara, sko, veselings einstaklingar sem þurftu að afbera mig, sko, og umbera mig allan hennan tíma. Þetta bara, ég hugsa mjög hlýlega til þeirra en vorkenni þeim mikið, sko. En heldur að þeim hefur ekki líka fundist þú nú fyndin og frjór á köflum? Jú, það var alveg, ég ætla ekki að gera lítið úr því að ég var örugglega svona, þú veist, ég hef alltaf haft áhuga á öllu. Það er eiginlega ekkert sem við getum talað sem að þú getur ekki fengið mig til að hafa áhuga á. Mér finnst allt svolítið spennandi. Já. En svona einhvað stagl, það átti ekki vel við mig. Nei. Bara svona smá innskot, fótnóta, þú segist af áhuga öllu og þú átt strák, hann Atla, sem einmitt búinn að vinna Gettu betur hérna ár eftir ár. Er það ekki? Rétt sem er. Kannski af því að hann hefur líka þennan áhuga á öllu. Jú, það ég sé sjálf mig svolítið í honum og krökkunum mínum, sko, þú veist, ég á 4 krakka og þau eru öll svona hafa bæði kosti og lesti foreldrana. En þetta mikið gjöf að hafa áhuga á öllu. Já, þetta ég fór í svona áhuga sviðspróf þegar ég var að byrja í háskólanum og það merkti mann, svona stjörnumerkti, svona hvað maður hafði mestan áhuga á. Samkvæmt einhverju svona pörun og ég man eftir því að ég hafði minnstan áhuga á bókhaldi. Það var svona það sem átti minnst við mig. Rosalega tengi ég við það persónulega líka. En veistu, svo fór ég að læra bókhald, svona tók einhvað pungapróf í viðskiptafræði þegar ég var að vinna hjá lyfjafyrirtækjunum. Og þá komst ég bara að því að bókhald bara áhugavert, sko. Þú veist, þetta bara svona svolítið eins og að leysa súdúku eða krossgátu, þú veist, þú þarft að fá hlutina til að falla í rétta skorður og mér finnst það bara áhugavert, sko. Þannig að ég hef bókstaflega, þetta svona ákveðin perversjón, sko. Ég bara hef áhuga á eiginlega öllu. Já, lestu mikið? Já, ég næstu með svona þráhyggju, ég er með svona áráttu lestur, ég sé texta og ég les hann, sko, og ég þarf stundum að bara passa mig að vera ekki ókurteis við fólk, þú veist, þegar það er með blöð á borðinu, skilur, ég fer að kíkja og lesa. Ok, þú ert fluttur í Sódómu. Já. Og þú þarft einhvern veginn að gera það upp við þig hvernig þú ætlar að afla þér lifibrauðs og gera hugan enn frjóri. Hvað fórstu að læra? Ég skráði mig í læknisfræði sem var mjög skrítið þegar ég var kom að félagsfræðibraut og hafði engan undirbúning fyrir þetta og var mjög slappur nemandi. Ég var mjög slappur nemandi
í Fjölbraut. Ég var mjög virkur í félagslífinu, rosalega virkur í félagslífinu og varð að vera bara eins og skítalyktin alls staðar, sko. En Er þetta akureyrsku frasi? Já, það gæti verið, ég man ekki hvað Ég hef ekki heyrt þennan. Nei, það verið eins og skítalyktin alls staðar. Það er mjög gott, ég nota mikið. En þannig að, og ég synti þessu náttúrulega bara, þú veist, eins og ég hafi synt náminu í Fjölbrautaskólanum mjög illa og og var bara komin á sjó á vetrarvertíð bara vestur á Ólafsvík. Flosnaðir upp úr læknisfræðinni? Já, ekkert í það að gera, ekki neitt, sko. Ég hafði engan undirbúning og engan aga til þess að leggja mig eftir því. En þú nefndir áður áhugaðinn á barnalækningum. Já. Þarna, talaðu aðeins meir um það og þarna, hvað ertu að hugsa á þessum ára? Já, ég held að, sko, ég elst upp í fjölskyldu þar sem rosa mikið, sko, móður fjölskylda mín, þar mikil áhersla á börn. Þar þú veist, þetta mikið barnafólk og mikli barnakallar til dæmis, þú veist, sem eru góðir með börn og mikil áhersla lögð á að fjölskyldan sé saman og vera að gera hluti saman og svoleiðis, og ég held að ég hef alltaf svona haft áhuga á því að vinna með börnum og fundist það skemmtilegt. Þannig að ég held að áhugin hafi orðið til þannig. Og hugleikið þetta samband barnsins við fullorðna. Já. Og það auðvitað ótrúlega mikilvægt að vera foreldri. Það og líka auðvitað bara þetta að starfa með börnum, til dæmis eins og kennarar. Ég meina, þessir kennarar sem að umbáru mig allan hennan tíma höfðu auðvitað rosalega mótandi áhrif á mig og ég á þeim ótrúlega mikið að þakka. Þannig að mér eru alltaf þótt þetta, sko, þú veist, þetta ekki hálflauna störf, en mér eru alltaf þótt þetta vera þessi virði að gera þetta, vegna þess að fullorðnir skipta máli í lífi barna, og það verið sagt, sko, að lykillinn af, sko, lífshamingju hvers barns felist í því að eiga að minnsta kosti einhvern einn sem að sér ekki sólina fyrir því. Já, mér finnst það sætt. Það er sætt. Og ég held að þetta sé líka satt, sko. Þetta er bæði sætt og satt, sko. Já, einmitt. Að það þarf að vera einhver sem að styður þig, og ég hef alveg haft svoleiðis einstaklinga, þú veist, fjölskyldu innan minna fjölskyldu, ég hef haft svoleiðis kennara sem að þrátt fyrir að ég hafi verið eins og ég var að alltaf haft einhvern veginn áhuga á því að reyna að bæta mig og hjálpa mér. Já. Þannig að þarna er einhver svona rómantísk en falleg hugmynd stöðina í tilverunni, en þú varst ekki með svona resursa til þess eða hvað? Þú myndist á að þú komið að félagsfræðibraut og hafi svona skort kannski einhverjar. Já, ég var bara latur fyrst og fremst latur og óagaður, sko. Það var náttúrulega það sem var að flækjast mjög fyrir mér, og ég var svona, veist að ég held að ég hafi getað kjafta mig út úr ýmsu. Og það er gott, en það er ekki alltaf gott, þú veist. Það stundum veldur því að maður fer alltaf að velja auðveldu leiðina. Já, einmitt. Akkurat, það er margir sem hafa brennt sig á því. Já. Þetta gengur í ákveðin tíma. Já, þetta gengur mjög vel, þú veist, og fyrir mér þá gekk þetta bara þangað til að vera 20 og þá fékk ég svona, þú veist, þá var ég slegin á raskatið í fyrsta skipti svona alvöru, þú veist, það sem ég gat ekki gert það sem ég ætlaði að gera mér og mér finnst það alltaf að vera besta reynslan, sko. Þú veist, ég er ekki típa sem að læri neitt í meðvindi, sko. Ég er alltaf bestur þegar lífið er búið að gefa mér ærlega á kjaftinn, sko. Og ég bara sitt á rassinum og hugsa bara, það verður eitthvað að breytast. Þetta er líka svo góð hugsun sem veganesti, ef maður finnur að maður er í mótvindi, ef manni tekst að skrúa sig úr augnablikinu sem er erfitt, hugsa fram í tíman og sjá tækifærið í því að þetta geti orðið manni styrkur og lærdómur. Það er bara alltaf þannig, Bjössi. Það er alltaf þannig að maður
maður lærir bara þegar að maður að takast við einhver verkefni sem að manni mótdræg og maður ekki alveg viss að maður ráði við þetta, þá vex maður sem manneskja. Já. Og ég held að það sé svolítið svona það sem að hefur glatast í nútíma samfélagi var allt og mikið í gamla daga, en hefur svolítið glatast hérna í nútíma samfélagi. Við erum alltaf að reyna að auðvelda, við erum alltaf að fara að auðvelda leiðina. Við kippum hvert öðru út úr mótvindinum, reynum það einhvern veginn, sem virkar samt ekki neitt. Því hann heldur þarna áfram að veðrið bara eins og það er. Það bara eins og það er. Þú verður að standa að þér, stundum. Já, og mér veist það þetta hugtak meðvirkni sem nú mjög skilgreinanlegt oft og fólk notar það með alls konar hætti, en mér finnst þessi vanhæfni til þess að leyfa öðru fólki að gangi gegnum erfiða hluti og tilfinningar finnst mér ótrúlega góð skýring á meðvirkni. Það bara við og það sem nefnilega felst í meðvirkninni oft svolítið að við gerum lítið úr þeim aðila sem við erum meðvirk með. Við berum ekki virðingu fyrir honum. Við sjáum að það einhver erfiða tilfinningar, einhver erfiði hlutir og við hugsaum bara, ég þarf einhvern veginn að stíga inn í þetta og græja þetta, ekki að leyfa þessum einstaklinga að takast á við það. Þetta hrikalegt ein birtingamyndin þegar upp koma starfsmannamál og vinnustöðum, að í stað þess að bara leyfa fólkinu í hringnum að kljást, láta reyna til þrautar á það hvort þau get ekki listað. Þá sett á staðferli sem mjög oft þannig að yfirmaðurinn kallar til utanaðkomandi aðila strax einhvern veginn. Þetta svona eitt dæmi sem kemur upp í hugan. Nei, og þá þá erum við að frí okkur ábyrgð og það aldrei gott. Þetta geta komið upp mála vinnustöðum það sem að þarf að grípa mjög harkalega inn í og fá til en það ætti kannski ekki að vera fyrsta viðbragð. Það ekki fyrsta viðbragð. Það ekki fyrsta viðbragð. Svo líka bara þessar hugmyndir okkar að við þurfum að filtra okkur svo svakalega, passa okkur svo óbóðslega vel hvað við segjum hvert við annað, ekki síst innan vinnustaða, vegna þess að þú getur bara, ef mér líður eins og ég gæti hafa móðgast, þá bara get ég hort svo á sem að þú hafir beitt mig árás. Við erum reyndar kannski aðeins að koma, ég veit ekki hvort við erum aðeins að leita aftur út úr einhverju svona hámarki þarna, veit það ekki, en það búið að vera náttúrulega fyrir kalla eins og mig og þig sem að ölumst upp í allt öðrum tíðaranda, það sem fólk bara þorði, það var ekki jafn mikil átakafælni í gangi eins og núna. Auðvitað hafði það sína galla, átökin áttu sér stað fyrir opnum dyrum, en það líka einhverja kosti og þetta óbúslega ólíkur heimur þeim sem að, hvað varstu gamall þú fórst fyrst á sjó, segirðu? Ég verið 19 ára. 19 ára. Og ég meina lífið borð á þegar þú ert út á sjó og þú berð það saman við hvað við erum búin að pússa þetta einhvern veginn mikið, en undir niðri nefnilega undiraldan verður ekkert minni. Nei, og ég held að þú veist, það var þessi rosalega harka og grimmd auðvitað, þú veist, maður sá þetta oft í hafandi alist upp í litlu bæjarfélagi, það var rosa grimmd, sumir voru bara afgreiddir einhver, þú veist, prumpaði á einn daginn eitthvað rosalega mikið og var kallaðu skítalikt það sem þetta var, skilur þú veist, þetta rosa grimmilegt og fullt af svona og fólk einhvað sem átti foreldra sem voru einhvað hafðu lent í einhverja, þeir áttu sér aldrei viðreisnar von, þannig að þú veist, ég hef engan áhuga á afturhvarfinu til grimmdarinnar og mýktin í samfélaginu rosalega góð. Við tökum ofsalega mikið, við þurfum að taka rosa mikið tillit, og stundum finnst manni alveg bara, en þetta rosa mikið tillit. En það í sjálf sem miklu betra, en það sem við þurfum í raun og veru að þessi mýkt geti inniborið meiri styrk. Veist, við
að því að lífið ekkert mjúkt. Nei, það nefnilega ekki. Það þarf mýkt, ég þarf að vera mjúkur einstaklingur og vera mjúkur gagnvart sjálfum mér og öðrum í kringum mig, en ég þarf fyrst og fremst kannski að vera sterkur einstaklingur og ég þarf að geta nýtt þessa mýkt sem styrk. Af því að þú veist, lífið í eðli sínu mjög mótdrægt okkur öllum, sko. Við á endanum töpum við öllu, sko. Já, og meira þess að lífinu. Meira þess að lífinu sjálfu og öllum í kringum okkur, sko. Þetta vonlaus barátta, út í það farið. Já, og þannig að þetta svona hinn góði slagur, sko, sem að maður veit að maður fer að tapa, sko, en það verður að tapa þessu með, sko, smá svona greis ef maður má sleppa svona, þetta verður að vera huggulegt, tapið verður að vera huggulegt og maður má ekki vera tapsár eða bitur eða neitt svoleiðis. En alltaf að vita að maður að fara að tapa þessu. Já, ég kannski óvinnu áhættu sækin sem mývetningur sem ólst upp við mjög mikinn ríg í sveitinni og liðaskiptingu Já, ég rígur í mjög það var það og það var nú fyndið sko að þegar ég loksins fór í háskólanám á gamalsaldri þá sko fjalla bæði lokaverkefni mín í rauninni þau eru sótt til átakakenninga og Weber og Marx og þannig að ég mjög hrifinn af átökum ég mjög hrifinn af því að við tökumst á af því að spennan mun skapast undir mjög mörgum kringustæðum og þótt átökin kosti eitthvað á meðan þau eiga sér stað þá held ég að oft sé betra að takast á en að gera það ekki sópa undir teppið klæða okkur öll í einhverja gervibómull og svo springur allt í endalausri kulnun veikindaleifum og milljörðum fyrir ríkissjóð sem maður taki nú opinbera geran aðeins. Nei, ég alveg sammálaður en málið sko eins og Laxness sagði sko að Íslendingar eru sérfræðingar í því að sko koma sér hjá því að ræða kjarnamálsins. Já. Mér finnst fínt dæmi þetta þessi umræða kynfræðsluna í kirkjónu sem var daginn sko. Fyrir norðan. Og þá þessu stilt upp sko sem þú veist á kynfræðslan að vera inn í kirkjunni og sumir eru algjörlega á móti því aðrir vilja kynfræðslu innan kirkjunar en það var ekki það sem máli snýrist sko. Ég held til dæmis að sko, þú veist að því að fermingin svona þessi svona manndómsvíksla getur við sagt en samt ekki en þú veist að þetta svona merki það að þú hafir fullorðnast þetta ákveðin viðurkenning á því að þú sett nú komin á fullorðnisaldur mér finnst sjálfsagt mál að kynfræðsla sé þar innanborðs en það átökin snerist ekkert eða sko raun og veru það sem var verið að ræða snerist ekkert það sko heldur bara hvernig það gert en það var enginn að ræða það heldur var fólk svona að skrifa langa pistla það sko hversu mikilvægt að kynfræðslan væri en það var aldrei issue sko. Þannig að við erum alltaf í átökum en við komumst aldrei að kjarnanum sko. Einmitt. Það var líka mjög áhugavert að sumum það ekki rétt munað hjá mér átti kynfræðslan eða semst þetta erindi sem að Sigga Dögg hélt fór það ekki fram í kirkju Jú, ég held það. Og sumum fannst sko að það ætti ekki að ræða mál sem gætu sært blygðunar sem foreldra eða barna, þarna voru foreldra líka held ég, inn í guðshúsi. Og það svona kom manni svolítið á óvart, svona, maður hélt kannski að værum á öðrum stað. Já, ég meina það er náttúrulega fullt af köflum í biblíunni sem að fjalla mjög opinskátt holdlegar ástir og mjög skemmtilegt því þú veist þú getur lesið Davíðs sálmana sem sveitamaður og sé hvernig þú veist hann lýsir ástkonu sinni bara eins og sauðum af fjalli sko, það er dásalega fallegt sko, en ég meina ég held, ég er ekki sammála því að fermingafræðsla ekki að innibera kynfræðslu en mér veist hins vegar sko, það er ekki sama hvernig þetta er gert sko. Þú veist, það þarf að gera þetta með ákveðnum hætti. Já.
og og svona, ég bara tekið þetta sem dæmi svona, þú veist, afvega leita umræðu sem maður sé svo oft, sko. Það verða allir brjálaðir, sko, en enginn að tala það sem þetta snýst í raun og veru. Þetta líka, sko, staða fjölmiðla, að það einn kall, sko, sem dregur dóttur sinna út fermingafræðslunni. Já. Og hann birtir status á Facebook og svo fara fjölmiðlar í það að birta hennar status. Blaðamennskan nú voða mikið bara núna að birta bara status sem einhver sagði hérna á Facebook. Og svona, maður sá alveg tækifæri fyrir sensation og fyrir hneykslun og fyrir polariseringu og hattur og allt það. Og það kom frekar seint fram svona önnur sjónarmið. Já. Þannig að þetta tengist líka kannski að einhverju leyti veikri stöðu fjölmiðlunar og svona örþrifaráða sem að fjölmiðlar grípa í meiri mæli til að fá nokkra smelli til þess að geta keypt nokkrar auglýsingar í viðbót því að dagurinn í dag kann að vera síðasti dagurinn sem að ég get starfað á þessum fréttamiðli í þessu örlitla máltökusvæði sem Ísland er. Nei, algjörlega og þú veist, við erum alltaf að kenna sko fjölmiðlunum að þeir séu svona. Sko fjölmiðlarnir eru náttúrulega bara að bregðast við áhuga lesanda sinna. Það ekkert öðruvísi eða hlustanda, þú veist. Og við sem manneskjur verðum náttúrulega bara að taka ábyrgð þar, sko. Ef að við erum að klikka á allar uppróparinnar og allt tilfinningaklámið, skilurðu, þá það sem að fjölmiðlarnir elta, því að þeir verða að fylgja hlustendum sínum og lesendum, skilurðu, það bara augljóst. Það minnir mig á það þegar ég flutti suður frá Akureyri fyrir nokkrum árum og fór að vinna hjá Fréttablaðinu. Að þá komst ég þá aðstöðu, ég var bæði að vinna fyrir ritútgáfuna og svo líka fyrir vefinn, fréttablaði.is og þá bjó ég sem sagt yfir resursum til þess að sjá hvað fólk vildi lesa og hvað var mikið lesið og hvað var minna lesið og eiginlega sko einhverju tímabili þá bara dó trú mín á framtíð mannkyns þegar ég greindi það allt það sem hafði kannski minnsta þýðingu fyrir okkur sem þjóð að kynna okkur það var meira og minna alltaf langmest lesið á meðan sumt af okkar besta blaðafólki lagði nóttu í dag til að skrifa einhverja mjög mikilvæga fréttaskýringu eitthvað eins og verðtryggingu segðu og svo bara daginn eftir þá höfðu 8 lesið en kannski 80.000 rassin á, þú veist, einhverju popstjörnu skilur á sama tíma. Nei, og þetta er líka, þú veist, svo getum við fært þetta yfir á sko pólitíkina, skilur þú veist, fólk hérna segja að þessi pólitík sami rassin undir þeim öllum, sko, og þú veist, ekki svona rass sem maður klikkar á, sko, heldur bara, þú veist, þeir eru allir eins og bla bla. Nei, bara sko, þú veist, ég þekki fullt af pólitíkusum. Þetta er bara gott fólk. Yfir höfu bara mjög velgert fólk. En málið er það að sko, það sami rassin undir öllum kjósendum. Við erum bara löt. Við nennum þess ekki. Við nennum ekki að starfa innan pólitíkurana. Við viljum bara, þú veist, ekki, sko, þú veist, við viljum kommentera einhverja greinar þar sem við lesum ekki neitt annað en bara, sko, fyrirsögnina. Þú veist, við lesum ekki einu svona efnið en við erum samt tilbúin til þess að láta okkar ljós skína og þetta er bara ekki boði. Þannig að ef við viljum betra samfélagi, ef við viljum betri pólitík, þá verðum við að gera það, þú veist, þá verðum við þurfum ekki öll að vera pólitíkusar, en við þurfum að sinna þessu, við þurfum að taka, þú veist, afstöðu, við þurfum að kynna okkur máli, við þurfum að styðja það sem að skiptir máli. Við getum ekki verið bara heima, þú veist, hendandi út einhverjum statusum á einhverja greinar sem við höfum ekki lesið og ætlast til þess að allt verið í lagi. Nei. Það er bara ekki þannig. Ef þér finnst skipta máli að allt sé í lagi, þá bara, þú veist, hvað ert þú að gera? Hvað ert þú að gera? Á endanum þá er þetta alltaf sú spurning, sko. Mér finnst mjög gott að þú komir inn á þetta vegna þess að stundum finnst mér umræðan svo polariseruð að allt er helvítis kapitalistanum og korporismanum að kenna og valdakerfunum og því að það er alltaf hugsað hérna sterku og ríku en almenningur má éta það sem út í frís eða alveg á hinbógin en sko ef við ætlum að finna leiðina betra samfélagi þá er það bæði að ráðast að allt og miklu valdi korporistana
og valdi sem misskipt og kemur niður á almannagæðum en líka brýna litla mannin, þennan ósýnilega mann, almenning til þess að hann geti haft meiri áhrif, valdeflan til þess að aðhafast, meðal annars með því að kynna sér mál. Láta ekki duga að lesa bara fyrirsögnuna, heldur fara alveg niður að síðasta orði. Sko, þetta ekki alveg svart-hvítt, við getum gert betur frá báðum endum. Nei, algjörlega, ég meina við sjáum náttúrulega, þú veist, þessi hægri sveifla og bara, þú veist, þetta rugl á hægri vagnum, sko, sem maður bara, þú veist, sér alveg, sko, augljóslega. Það ekkert minna hinum megin, sko, og ég segi það sem bara vinstri maður að það alveg, sko, mikið rugl og miklar upprópanir og lítið, sko, þú veist, þetta rosa mikill hiti en svakalega lítið ljós. Já. Þú veist, það bara, og það einhvern veginn allir í einhverju, mann finnst, sko, stundum þjóðfélagi vera svo óttaslegið. Já. Það einhvern veginn eins og allir séu bara að missa það. Samt það staðreynd, sko, að við höfum sennilega aldrei haft það betra. Þú veist, það fullt af hlutum sem maður þarf að laga í þessu samfélagi, Björn. Mér líður eins og við höfum haft aðeins betra fyrir nokkrum árum. Nú séum við fyrsta skipti, sko, frá línulögum framförum sem ég hef upplifað frá 65, sem fæðingarárið mitt. Fyrsta skipti síðust ár. Ég náttúrulega ekki að taka með frávik eins og hrunið og eitthvað svoleiðis, heldur bara svona eitthvað. Nei, en sjáðu til dæmis bara afstöðu okkar til transfólks. Hvernig heldur að það hafi verið hérna 90, 2000, 2010, skilurðu? Já. Ég ekki að segja, sko, ég ekki bara í einhverjum polljónuleik að segja bara, þú veist, þetta allt bara, þú veist, við lifum í besta heimi allra heima, sko, það svo langt í frá. En við þurfum samt að, sko, taka stöðuna og horfa aðeins tilbaka og hugsa bara, hefur eitthvað breyst? Já, þú veist, bara, við erum miklu tillitsamara, við erum að gefa fólki rödd sem að hafði enga rödd hérna áður fyrir, skilurðu. Og þú veist, bara sem að engum hefði dottið í hug að gefa rödd fyrir einhverjum árum síðan, skilur. Nú þetta bara orðið bara hérna umræðuefni og fólk, svona meginhluti fólks bara, já, herðu, þú veist, fólk má bara vera eins og það skilur, má bara lifa sinn sannleika, skilur. Þetta stórkostleg framför, skilur. Þetta algjör kúvending á viðhorfi okkar. Ég segi oft, sko, þegar ég var að alast upp, þá voru engi kvíðnir strákar. Það voru engi kvíðnir strákar á Skaganum. Auðvitað voru fullt af kvíðnum strákum. Þeir bara höfðu enga möguleika til að tala þá. Þeir skildu það ekki. Það var ekki eins og, þetta var orð sem við skildum ekki. Og ef að manni hefði dottið í hug að, sko, ræða, þá hefði það bara verið, sko, bara félagslegt, sko, sjálfsmorð, sko, að þú veist, það hefði maður verið bara gerður að bara hafður að háða á spotti. Nú bara fullt af strákum sem segja bara, heyrðu, ég bara rosa kvíðinn og ég þarf að leita mig hjálpar og allt það, sko. Þannig að það líka þetta að við erum hætt að þykjast, sem ógeðslega gott. En við þurfum samt, sko, það má ekki bara fara í þá áttina. Það verður líka búa til styrk úr þessu. Þetta má ekki bara vera það að við förum öll að vorkenna sjálfum okkur og svona segja okkar sannleik. Við erum líka að geta hysjað upp okkur brækurnar öðru hvoru og bara gert hluti, sko. Já, í þáu rökræðunar núna, þá ætla ég að breyta mér í útvarpssögu. Já, algjörlega. Og ég ætla að segja, en Ársæll, þetta fólk sem þú nefnir, þessi krakkar með kvíða og svona, þetta ekki bara eins og hverjunur fjarvistarsönnuna, við erum að trúa því núna að allir séu með ADHD og allir séu með greind eða ógreind heilkenni og þetta ekki bara fjarvistarsönnun frá því að taka ábyrgð, fjarvistarsönnun frá því að mæti skólan, þessi skólaforðun ekki bara eitthvað svona menningalegt fyrirbæri sem að við höldum hérna sem við höfum sem sagt ákveðið að vera umburðarlynd gagnvart í stað þess að bara láta börn sem önnur taka ábyrgð. Já, takk fyrir það, þetta einskott frá útvarpssögu. Nei, og þetta alveg rétt, sko. Það alveg þannig að við höfum farið þú veist, pendúllinn hefur sveiflast mjög langt í aðra áttina
og það auðvitað þannig að það gengur ekki upp að sko meiri hluti fólk sé með greiningar af því að greiningin frávik. Já. Hún í sjálfu sér frávik. Já. Og ef allir eru með frávik þá engin með frávik, skiljiði. Þú veist, þá bara ekkit, þá ekkit til sem að heitir ekki frávik. Nei. Þannig að það auðvitað algjörlega rétt og við erum mjög glannaleg í því hvernig við tölum hlutina. Og ég vissum að við höfum sagt, þú veist, talað að vera þunglindir eða kvíðnir eða einhver svoleiðis sko, þegar við erum bara pínlítið stressaðir eða svolítið dabrir, skilur, sem að bara partur af henni mannlegu reynslu. En þannig að við erum mjög glannaleg í því hvernig við tölum hlutina og það auðvitað svona, eins og þú segir, það ákveðin svona, þú veist, skortur á ábyrgð í samfélaginu og það mjög alvarlegt. Já. Vegna þess að það sem ég sé það að ef við greinum of mikið þá tekur það frá sko þá tekur það resursa frá því fólki sem raunverulega þarf að glíma við þú veist, það til alveg sko svakalegu kvíði sem að gerir fólk algjörlega ófært að takast á við lífið. Það til svakalegt þunglindi sem þannig. Þannig að ef við ætlum að fara að blanda þessu öllu saman og fara að meðhöndla alla með á sama hátt, hvort sem þeir eru með svakalegt þunglindi eða bara pínulítið depur eða einhver svona tilfallandi, þá lendum við í vandræðum vegna þess að þá erum við að taka pláss, tíma og peninga frá fólki sem virkilega að fást við þessa hluti. En sko kvíði alveg, þú veist, og kvíði og svona streita alveg raunverulegt fyrirbæri og við lendum öll í því og kvíði í raun og veru ekkert slæmur sko, ekkert þannig lagað að fá hann svona öðru hvoru í svona réttu magni allt í lagi sko. Aðvörun Já, og þú veist, ég hugsa oft sko að sko kvíði mjög, þú veist, ef maður hugsa af hverju fólk kvíði, ég meina, það meikar enga sens að vera kvíðin í nútíma samfélagi og bara meikar ágæðan sens sko. Við getum gert svona hugsana tilraun. Eftir þetta viðtal, þá ferð þú út, ferð símtal og það besta sem að þú getur hugsað þér að geta gerst, það gerist í þessu símtali. Þú veist, bara go wild, skilur, bara, þú veist, hugsaðu einhvað það bara gerist eitthvað geggjað, besta sem gæti gerst í lífinu. Ok? Hugsaðu nú að eftir þetta viðtal, þá tekur þú símtal. Og það versta sem gæti gerist. Og þegar þú vegur þessa tvo hluti, að þá, þú veist, það besta gerist, að það var svona, það bara, mjög næs. Mér það ekkert í hug. Já, en það versta... Þegar ég átti að setja mig í hugspor. Nei, það oft málið, sko. En ég var fljótur að finna hvað kemur verst við mig. Þú varst fljótur að fara í neikvæðina, vegna þess að taugakerfið í okkur neikvætt vinklað. Það alltaf að reyna að sjá hættuna. Það alltaf, þú veist, og það það sem heldur okkur á lífi, sko. Ef við hefðum ekki kvíðan, ef við hefðum ekki óttan, þá væru við tveir ekkert að tala saman hérna, skilur. Þá væru við bara dauðir út í skurðið einhvers staðar 30 ára, skilur. Það bara þannig. Forfeður okkar hefði ekki lifað af. Nei, og ef þú hugsar og formæður, svo maður minnist nú þetta. Nei, nákvæmlega. Og við erum hópdýr. Þannig að hversu frábært ekki að hafa svolítið kvíðin einstaklingi í hópnum. Já. Þú veist, í fornöld þegar við vorum bara hópur að þvælast í gegnum einhverja skóa og fullt af hættum og svona, vera með eitt sem alltaf á nálum, skilur. Alltaf þú veist, bara heldur alltaf að það sé alltaf fara til anskotans, skilur. Þú veist, gæjar eins og að ég allavega, sko, ég algjörlega fokkin gagslu, sko. Ég væri bara, þú veist, einhvers staðar bara að dúlla mér einhvers staðar, skilur. En þú veist, með einhvern svona kvíðin einstakling sem bara að vakta allt. Þetta geggjað, skilur. Þú veist, og auðvitað höfum við þetta element í okkur öllum. Þú veist, kvíðin bara, þú veist, sko, og hann, þú veist,
hann fær okkur, þú veist, ég meina ég var stressaður fyrir það að vera að koma hérna og tala við þig. Það bara gott, skilur. Það versta sem gerist í viðtölum eða þegar ég að halda erindi það ef ég alveg pollrólegur. Þá bara heilin ekkert í funksjón, skilur. Þannig að stressi hjálpa manni til þess að gera hluti og framkvæma og drífa sig og allt þetta. Það býr til einhver efni, ekki adrenalín? Jú, bara setur adrenalín á fullt í kerfi. Sko. Sem býr til meiri fókus. Frábært. En eftir einhvern ákveðin tíma lendir þú svo í efnistörf. Já. Ef það verður of mikið í og langan tíma, þá fer það að hafa áhrif á það, þá hættur þú bara hreinlega að geta fungerað. Já. Þannig að það sákvíði sem við þurfum að hafa áhyggjur af en svona, þú veist, stundum verður maður bara, sko, stundum verður maður líka bara að fá að renna á rassinn, sko. Þú veist, klúður bara, það, sko, ef að hinn mannlega, sko, mannlegt líf er soðið niður í einhvað, þá það náttúrulega þetta að fara úr einu klúðrinu í annað á þess að missa móðinn, sko. Jú. Þú veist, að því að klúður fínt, sko. Og það kannski það sem maður hugsar það sko, það vantar kannski að leyfa fólki að klúðra og sérstaklega krökkum að klúðra meira, lenda í vesinni, þú veist, og svona innan marka, það þarf alltaf að passa það, sko. Þetta alltaf spurningin að bogna en ekki brotna, sko, því að þú getur lent í einhverju sem að bara gjörsamlega fellir þig, sko. Það ekki gott. En maður verður samt að takast á við erfiða hluti, sko. Já. Ég þurfti að taka svona persónulega ákvörðun daginn sem foreldri að sleppa einu barnanna minna út í aðstæður sem voru ekki alveg öruggar. Nei. Þannig ég hugsaði með mér, það bara heimurinn ekki öruggur og maður þarf að taka þetta í svona hvað maður að segja í skrefum og það getur verið erfitt en það sennilega erfitt að gera það ekki, ætla að halda öllum inni bara í geymslunni þangað til allt springur. Já, að því að sko, þetta auðvitað eins og heimspekingurinn Magnús Eiríksson sagði, sko, lífið línudans, sko. Þetta alltaf þetta að þú veist, maður þarf að, sko, þegar kemur á börnunum hans, þá þarf maður að passa sig að leyfa þeim að reyna sig og svona, maður þarf að passa sig að þau verði sig ekki að voða eða fari sér ekki að voða en það ekki hægt að vera bara í bómullinni, sko. Það bara, vegna þess að það gerir mann að bara óstarfhæfri mannesku í raun og veru. Þú getur ekki fungerað nema þú getur tekist á við hluti, erfiða hluti. Og þú í raun og veru með því að ofvenda barnið þitt, þá í raun og veru að gera því alveg svakalan óleik. Vegna þess að þú veist, þú tekur ekki á því, skólinn oft svona að reyna bara að fara blíðlega líka, sko, og kannski ekki svona, þú veist, svona reynir að laga sig mjög vel að mörgum börnum, sko, ekki öllum en mörgum börnum reynir skólinn bara að gera sitt besta, en svo bara þegar að, þú veist, þessir einstaklingar koma á fullorðinsaldrinum, þá bara segir lífið bara nei. Nei, þetta ekki búið. Ég ætla einmitt aðeins að fá þig til þess að tala meira og betur um þetta á eftir. En mér finnst það mjög fyndið að það svo, þú ert svo frjór í samræðinni að við erum enn ekki komnir lengra en að 19, þú ert sennilega orðinn 20 og þú nenntir ekki að vera í læknisfræðinni og þú fórst að sjó. En hvað gerir svo? Já, sko, ég náttúrulega bara, þú veist, það var nú ekki, ég nennti alveg að vera í læknisfræðinni, sko, ég bara nennti ekki að gera það sem til þurfti, það var nú málið, sko. Já, svo ég á sjó og ég þá farin að vinna í Reykjadal sem eru sumarbúðir fyrir krakka með fatlanir og mér langar til að vera þroskaþjálfi. Og nema það að tökufresturinn hann rennur út þegar ég bara á vetrarvertíð og ég tek ekki eftir því. Þannig að ég
hugsa, ég ætla að skrá mig í sálfræði svona, og svo bara fæ ég metið. Svo ætlaði ég alltaf að fara bara að verða þroska þjálfi. En en þegar ég er í sálfræðina þá er ég í námskeiði lífeðlislega sálfræði, sem sagt starfsemi taugana og svona frumulíffræði og svoleiðis. Og það verður bara, þú veist, heimlandir opnast bara. Ég hugsa bara, þetta er rosalega áhugavert. Og og ég bara hélt áfram í sálfræðinni og fékk síðan pláss hjá góðum manni sem heitir Þór Eysteinsson sem var prófessor í læknadeildinni og við förum að vinna saman rannsóknum á og lífeðlisfræði augna, eða sjón og svona, þetta er bara frumulíffræði. Og og ég sem sagt skrifa BA-ritgerðina, menn talandi skrýtnar BA-ritgerðir, sko. Ég skrifa BA-ritgerðina og meistararitgerðina, fór síðan í meistaranám í læknadeildinni og kláraði hana. Og svo fór ég að vinna aðeins á augdeildinni á Landspítalanum sem svona í rannsóknum. Og svo náttúrulega bara var ég komið með börn og ég þurfti meiri pening og þá fór ég í lyfjabransan, vann fyrir umboð stórs svissnesks lyfjafyrirtækis og svo fór ég í Actavis þegar mesti gangur var þar. Þar þegar hrunið kemur eða hvað? Já, ég ætti náttúrulega að fá Nóbelsverðlaun í hagfræði vegna þess að ég seldi mig út úr Actavis 2007 og fór að kenna á Akureyri. Já. En það var nú ekki... Varstu með nef fyrir því sem þetta gera? Nei, ég get ekki sagt það. Ég get nú, þó að það lítur út fyrir að ég hef haft einhverja sens á þess. Það var alls ekki þannig. Ég var bara, þú veist, það var rosa gaman að vera í þessum lyfjabransa en ég bara bjó í ferðatösku og og var bara... lítið heima við og þetta var mjög mikil vinna þó hún væri skemmtileg og mér fannst bara að ég þurfa að sko skipta gír til þess að svona sinna börnunum og þá hitti ég Þóródd Bjarnason sem að vélaði mig til þess að koma norður á Akureyri og það var bara frábært og ég var í sálfræðinni þar og kláraði doktorinn og var prófessor þar og það var bara yndislegu tími, sko. Já, varstu fyrir norðan þegar þú kláraði doktorskráðuna? Já. Og er hún í hverju? Hvað snýst hún? Hún er í faraldsfræði augnsjúkdóma. Já, þetta er mjög skrítið, Já, sko, þetta er ekki það sem þú ert að tala þegar maður kveikir á útvarpinu núna og hlustar á þig. Svo fór ég í unglingarannsóknir þarna með Þóroddi og auðvitað, sko, þetta er auðvitað ekkert langt frá. Ég bara hef aðeins aðra sýn á kannski þessa hluti. Ég er auðvitað með, þú veist, grunn í sálfræði, ég er náttúrulega með, þú veist, svona þessa líffræðilegu þekkingu og svo, þú veist, faraldsfræðin og þetta er rosalega mikið það sem ég hef verið að tala er auðvitað, má segja faraldsfræði, sem sagt, hvernig hlutir sko heilsa og sjúkdómar dreifast í samfélaginu, sko. Ok. Og varstu mikið notaður í COVID? Nei. Það er nei, ég er ekki með þannig ég er ekki með þannig gráðu, sko. En ég get sagt eitt mjög skemmtilegt, sko, að því að fólk er svona eftir á spekingarnir eru mjög góðir í því að sko krítisera sko, þú veist, það er aðgerðir sem að fara út í og allt það, sko, það er auðvitað rosalega þægilegt þegar allt er gargengi, sko, og svona, svo eru nokkrir svona, svona sem að voru alltaf neikvæðir og höfðu kannski og sluppu, þú veist, drápust ekki, en það var mjög áhugavert að því að ég var búin að vera bæði í lyfjabransanum og með þessa gráðu í faraldsfræði og ég hugsaði, sko, þegar þetta bóluefni komið á, þú veist, þá auðvitað veit maður aðeins, maður veit að, þú veist, þú setur ekkert efni inn í líkamann sem hefur ekki áhrif, en og ég er auðvitað með gráðu í faraldsfræði
en ég ekki með gráðu í faraldsfræði smitsjúkdóma. Ég veit rosalega lítið það og þarna varstu náttúrulega með mann í stafni sem að veit allt það og ég hugsa bara, þú veist, þetta maðurinn sem ég bara set mitt traust á. Ég ætla ekki að vera, þú veist, þrátt fyrir að ég hefði ákveðnar efasemdir og hugsaði bara nei. Hvaða mann ertu að tala um? Hann yfirmann hjá landlækni. Þórólf. Já. Maður ruglar allt saman á því að Þóroddur og Þórólfur. Ég meina það bara þannig. Bara fullt traust hjá þér sem vísindamanni. Já. Þetta er bara beyond my pay grade, skilur. Þetta er bara hluti sem að ég hefði þetta geta, þú veist vita heilmikið, en ég bara, hluti af því að mennta sig eru þetta það að komast að því hvað maður veit lítið. Einmitt, það góða punktur alltaf. Ég veit það eitt að ég veit ekki neitt, sagði einhver, en hafa einmitt verið heilmiklar útskriftir, doktorsútskriftir í eftiráspeki. Hvað var þar COVID? Já. Og það fjöldi manns sem heldur því fram að bólusetningarnar hafi bara eyðilagt framtíð mannkyns. Þetta hafi verið allt og djart og hratt skref og margir, við vitum náttúrulega við vitum ekki allt. Nei, og við erum að horfa á eðli þessara hluta. Við tölum raunvísindi. Hvað þýðir það? Það þýðir það að við tökum mark á því sem við erum búin að sannreyna. Í því felst raunin. Við prófum eitthvað, við fáum einhverja niðurstöður og það kemur eitthvað út og þá hugsaum við þetta er besta leiðin þangað til að við sjáum eitthvað annað vegna þess að vísindin eru í eðli sínu mjög auðmjúk. Þau segja, við vitum ekki allt, en þetta er sennilega það besta sem við höfum núna. Svo bara gerum við meira og þá fáum við eitthvað meira út úr þessu. En þetta gengur alltaf út á það að við séum búin að sýna fram á hvernig hlutinni virka og tökum ákvarðanir út frá því. Svo færðu bara veiru sem að enginn hefur séð nokkru sinni. Og aldrei, það hefur enginn þurft að díla við þetta. Nei. Og þá er ekkert í boði að bara, við ætlum að gera hérna smá prófun og við ætlum að taka 1000 manns og setja það á einhver bólusetja það og aðra 1000 og svo sjáum við bara hvernig þessu reiðir af, Við höfum náttúrulega, þvílíkar plágur í sögunni. Það sem að, eins og spænska veikin sem að náttúrulega bara rústaði hérna heimsbyggðinni á bara örfáum mánuðum. Þá er það ekkert í boði að skoða þetta í einhvern lengri tíma og raunprófa þetta í raun og veru. Þú verður bara að fá besta fólkið sem þú hefur, það setur upp einhverja áætlun og auðvitað þegar þú ert í þeirri stöðu og hugsa bara, munið hvað gerist í spænsku veikinu, munið hvað gerist í svartadauða, munið hvernig bólusóttirna fóru með okkur í gamla daga. Það fólk er auðvitað að fara að taka ídrustu varúðar ástafanir að sjálfsögðu vegna þess að þú ert með þessa ábyrgð og það er rosa þægilegt að vera einhver gaur bara fyrir framann tölvuna heima hjá sig sem að byrja ekki ábyrgð á neinum nema sjálfum sér og valla það að segja þetta var allt og mikið. Ég meina þú ert bara ekki í þessum aðstæðum þar sem þú þarft að taka þessar ákvarðanir sem getur haft áhrif á líf tugþúsunda og ef ekki 100.000 Íslendinga, skilur við. Þá ferðu þetta bara svolítið bara brútalt inn í þetta. Og auðvitað, við getum alltaf sagt eftir á, þetta var nú svolítið mikið, en menn bara vissi ekkert. Og menn bara fara varlega og það er bara gott. Við viljum hafa fólk sem er bara tilbúið og ég meina, drullan og skíturinn sem þetta fólk hefur þurft að þola fyrir það að fara varlega en náttúrulega, ekkert lítið. En ég vil hafa svona fólk sem að stýra þessu. Já. Þetta er áhugavert einmitt að fá þitt sjónarhorn á þetta. Ok, þú fer norður þarna. Þú ert búin að klára doktorsprófið, þú ert búin að prófa einkageirann. Þú tekur þátt í bólunni fyrir hrun. Já.
Hvað var svona aðeins áður en við höldum áfram, hver fannst þér stærsti munurinn á að vinna í einkageiranum hjá lyfjafyrirtæki eða síðar þar sem þú hefur verið svona, ekki rétt hjá mér, þú hafi verið að mestu leyti undanfarið verið starfsmaður hins opinbera? Jú, ég búinn að vera prófessor í svolítið langan tíma og sko það auðvitað sko ég hef náttúrulega verið að vinna hjá lyfjafyrirtækjum sem eru sko kannski með 15-20.000 starfsmenn. Þannig að þetta er stórar einingar. Já. Og og það þetta svona ákveðið skrifræði sem að bæði í stórum opinberum stofnunum eins og háskólanum og líka í stórum einkafyrirtækjum. Það má ekki gleyma því sko. Skrifræði tengist ekki einhverju sko opinberu rekstri, eða tengist fyrst og fremst held ég stærðinni á rekstrinum. Nema það að það kannski það sem að ég sé munin í opinbera geiranum það að hann bregst ekki eins hratt við. Það svona þetta svona olíuskipið sko sem að getur verið erfitt að snúa. Ég ekkert viss að opinberi geirin eigi endilega að bregðast við öllu mjög hratt, skilur. Því að þetta bara flókin rekstur og það er svona einhvern veginn einhver svona panikviðbrögð ekkert alltaf góð, þú veist. Það einfalt mál að reka, þú veist, ekkert einfalt mál að reka lyfjafyrirtæki, en það einfaldara að reka lyfjafyrirtæki. Þú bara með ákveðið pródúkt, þú bara að selja sem mest að því. Einfalt mál. Það er miklu flóknara þegar það kemur á opinberri rekstri. Það er svona ætti hann ekki að sko vera settur á hvolf. En mér finnst allt í lagi að við tækjum samt aðeins svona, þú veist, gerðum ríkið aðeins svona hraðvirkara, að við tækjum okkur til öðru hvoru og hugsaum bara, herðu, nú þurfum við bara að einfalda þessa hluti. Nú þurfum við bara, þú veist, nú þurfum við bara að leggjast í einhvern ákveðin málaflokk, við þurfum að einfalda, við þurfum að skera burt fitu. Já. Af því að það hefur einkageirinn fram yfir vegna þess að hann einfaldlega mótiveraður af bara peningum. Skilur, við bara, þú veist, ég ekki að tala um að spara eða minnka sko framlöfins opinbera, ég bara að segja það safnast ákveðin fita, það verður ákveðin skrifræði, það verður ákveðin seinagangur, hlutir hætta að fungera, gerist bara í öllum rekstri, þú þarf bara öðru hvoru að skera upp. Já. Það annað sem ég hef haft smá áhyggjur af, það einsleitni starfsmanna innan opinbera stofnana. Man sér að það svona ákveðin manngerð, þetta oft ungt fólk, svona tiltölulega nýkomuðu námi, það ekki þekkt fyrir að hafa mikla skoðanir og það verði ekki vandræði með það skoðanarlega, það mun ekki skrifa einhvern status á Facebook sem að forstjórinn telur sig þurfa að ræða. Það mikið spáð í svona hvernig þú fungerar í hópi. Já. En ég veit ekki hvort að það jafn mikið spáð í verður þessi einstaklingur til mikils gagns fyrir samfélagið. Og ég held að þetta með fjölbreytileikann, það mjög fyndið sko, að mantran hefur verið svo hjá góða fólkinu, svo kallað. Það umfaðma fjölbreytileikann og fjölbreytileikinn sé góður. En á sama tíma og menn hafa verið mikið að tala um hennar mikla fjölbreytileika, það var allt stemt að einu sem svona ákveðin einhæfni í típum og umhverfi og svona, þú veist, þessi sko, svo ég fara aftur til gamalla ritstjórna sem ég var á. Það var sko, það voru frábæra ritstjórnir þar sem var loftskeytamaður og lögfræðingur sátu hlið við hlið og svo var fyrirverandi fiskverkunarkona og saman bjuggu við til umræðuborð morgundagsins og bárum okkar á borð fyrir framan lesendur. En bæði sko þingmannaheimurinn, opinberi heimurinn, það náttúrulega alltaf klíkuskapur á Íslandi og alltaf spurningum hverja þú þekkir og þá þetta kannski meiri spurningu það hvernig þú kemur fram gagnvart þeim sem að víla og díla en í rauninni hvaða potential hefur þessi og það að vera öðruvísi og það að vera kannski pínulítið jafnvel háskalegur á köflum en þurfum við ekki alltaf
fólk sem að þorir að augra og hérna, ég hef haft smá áhyggjur af þessu og svo náttúrulega líka getur við rætt sko aldursfordóma og eitthvað fleira að það er ótrúlega erfitt fyrir margt gott fólk bara sem er orðið 55 ára gamalt eða eitthvað svoleiðis að fá vinnu sem er óskiljanlegt því að mín reynsla er svo að þetta er oft á tíðum besta starfsfólkið. Nei, bara ég er alveg sammála því. Það er náttúrulega fólk sem hefur yfirleitt sko, minni skyldur heima við sko. Það er engin veikbörn að sko sem að þarf að hugsa en nei, ég er alveg sammála og ég sko fagna því að þú veist, það sé horft til fjölbreytileikans í ráðningum en ég held að við þurfum að taka það eins og þú segir ennþá lengra. Ég held að maður þurfa að hugsa það svolítið sko, þú veist, þú þarft að hafa einhverja hjá þér sem eru tilbúnir til þess að segja þér bara umbúðalaust hvernig hlutindin eru og eru tilbúnir til þess að þú veist bara svona að vera svolítið átakasæknir sko. Ég var ekki bestur lýðræðið þú sett með eitthvað fólk nálægt þér sem er bara ósammála þér. Jú, algjörlega og það og þorir að segja það. Já, bara, þú veist, ekki ósammála bara til þess að vera ósammála heldur en svona fólk sem hefur svona frjóa hugsun og svoleiðis, þetta þarf að vera til þess að hlutir hreyfist áfram þá eins og þú segir, það er ekkert gott sko, ef allir hugsa eins þá hugsar engin neitt sko, þú veist, þannig að þú þarft auðvitað að vera með innanborðs fólk sem að sko hugsar öðruvísi og þú veist, því að annars verður aldrei neitt nýtt og þetta verður bara einhver svona alltaf meira og meira skrifir eða alltaf fleiri og fleiri verkefnastjórar ráðnir inn sem að engin veit hvað er nákvæmlega að gera sko. Og endalausar selvfölgilegir í upplýsingum í staðis að inntakið síðarna og eitthvað sem virkilega varði samtíman og sé brýnt að ávarpa. Algjörlega og þetta hefur veikt svolítið svona trú almennings á hið opinbera held ég undanfarið. Já. Við erum eiginlega sko bæði með vantraust gagnvart einkageiranum og opinbera geiranum. Já, en höfum við ekki alltaf haft það. Hefur ekki alltaf loða við, þú veist, okkur opinberi starfsmennina að við séum bara eitthvað að slugsa í vinnunni og svona hefur það ekki alltaf verið. Ég heyrði einu sinni forstjóra umhverfisstofnunar Evrópu þegar ég var satt þing í Kaupmannahöfn. Ég heyrði hann draga mannkynssöguna þannig saman að frá stríðslokum vorum við með tröllatrú á opinberum kerfum, enda þurftu við þau til þess að hreinsa til og byggja upp eftir hrylling seinni heimsstyrjaldarinnar. Síðan færðist allt okkar traust yfir á einkaaðila og frá og með svona hrunárum og tímanum sem kemur á eftir þá treystum við engu. Hvorki einkageiranum né opinbera geiranum og þetta sko ef þetta er rétt hjá honum þetta er náttúrulega eins og með allar hvað maður segja allar einfaldanir að við getum náttúrulega talað í 100 klukkutíma hvað vantar upp á þessa kenningu en þetta er svona einhver augrun og ef maður spáir til dæmis það sem er að gerast í Bandaríkjunum þá mætti heimfæra þessi orð upp á það og náttúrulega það sem að sko leiðir til þess að maður eins og Trump getur orðið forseti það er algjört hrun á tiltrú á sko á öryggis hlutverk þetta bírókratíska kerfi hins opinbera. Já, getur ekki sagt, þú veist þjóðverðarnir kusu Hitler sko Hitler var kosin sko og það er fyrir heimsstyrjöld sko og þú veist ef við værum að færum aftur 100 ár skilur þú veist þá værum við að tala einhverja presta sem að væru bara fullir og til einskisnýtir og einhverju gráðu að útgerða punga sem að væra þú veist, er þetta ekki alltaf við höfum ekkert haft neitt rosa traust á þú veist, og Íslendingurinn sérstaklega náttúrulega þú veist, mér veist alltaf skemmtilegt að þú veist, þið munið en Jörund með eftir Jónas Árnason sko, skilur sem að tekur þetta svolítið fyrir sko skemmtilegan hátt sko hvað Íslendingar hafa aldrei haft neitt
og ég meina, þú veist, þetta er að gera ákveðna kröfur á fólk í samfélaginu en ég held að Íslendingurinn svona gerir það nú alltaf svona með svona svolítið auga í pung sko. Já, og ég kannski gleymdi líka að geta þess að ummæli þannig að forstjóra umhverfisstofnunar Evrópu má að mestu liti setja í samhengi við vandan eða klemmuna að fá fólk til þess að breyta hegðun sinni í umhverfismálum til þess að við lifum sjálf okkur af. En ok. Nei, algjörlega, nei og það eru þetta það er auðvitað við þurfum auðvitað að fólk þarf að breytast við þurfum alltaf að vera betri við erum ágætt við erum bara alveg þokkalega skítsæmó, við erum kannski pínlítið óttaslegin svona umfram efni en annars erum við bara þokkalega en við þurfum að vera betri og þá þurfa auðvitað aðilar sem að hafa það kannski að svona að atvinnu að breyta aðeins og bæta aðeins þá þurfa þeir auðvitað að standa undir því trausti og það er auðvitað svona það hefur rosalega miklar afleiðingar í hvers skipti sem að fólk hegða sig þannig að það er ekki traustsins vert það tekur rosalega langa tíma. Nú erum við með máli ríkislögreglustjóra og það ansi margir sem að svona draga stóra línur frá því og alhæfa yfir á allar stofnanir. Algjörlega. Ég náttúrulega sá þetta bara eins og allir aðrir bara fyrir 2 dögum eða svoleiðis þannig að ég svo sem veit ekkert hvernig þú veist, svo væntanlega ríkisendurskoðun bara komin í málið og svo sjáum við bara til hvað það gerir En ég missi nú ekki trúna á lögreglunni. Já, höfuð lögreglunar náttúrulega hefur svolítið með traust á lögregluna að segja. Já. Ef það er ekki trúveruleiki gagnvart yfirmönnum lögreglunar þá held ég að það bitna á hinum almenna löggæslumanni að einhverju leyti vegna þess að ég held að eftir höfðinu dansa limirnir. Ég held að fyrirmyndirnar skipti nú kannski fyrirmyndirnar mættu stundum vanda sig meira hér. Sumir haldaði líka fram að ég held að ég hef heyrt Pál Magnússon fyrrum þingmann og hann var útvarpsstjóri og leiðandi fjölmiðlamógul tala að einn vandinn væri sá að við værum bara ekki með nógu gott fólk í að stýra mörgum ríkisstofnunum. Þetta væri vanhæft fólk, það þyrfti að kaupa sér alls konar aðkeypta aðstoð til þess að valda starfi sínu. Annað sem að hefur verið rökrætt er það að það gerist held ég allt of oft þegar einhver góður leiðtogi ríkisstofnunar hættir störfum að í stað þess að leit fari að leiðtoga sem býr yfir sérstökum hæfileikum til þess að leiða þá er það bara hvaða sviðstjóri er næstur innan stofnunarinnar og svo er dreginn inn einhver sviðstjóri til þess að stýra stofnuninni sem hefði aldrei átt að koma nálægt því að stýra stofnun vegna þess að þú getur verið frábær sviðstjóri en ömurlegu forstjóri og þetta svona leiðtoga hlutverk að finna einhverja þætti í manneskjunni sem gera það góðum leiðtoga, þar hefur mér einhvern veginn alltaf dottið í hug að góður leiðtogi þurfum við að búa yfir mjög mikill í fjölbreytni eins og við vorum hérna að tala aðeins fyrr í spjallinu en þetta er nú kannski bara svona eitthvað tespjall sem við ættum að taka á kaffihúsinu. Ég veit ekki hvort þetta er efni í umræðið þótt þetta er alveg pæling og það er auðvitað þessi skrýtna uppbygging á strúktúr innan fyrirtækja og stofnana er auðvitað alltaf þetta að þegar þú kemst á toppinn þá er þér verðlauna mest með peningum þú fær betri laun á toppnum heldur en þegar þú ert á gólfinu og þetta er raun og veru alrangt vegna þess að þú þarft það er auðvitað að þú þarft ákveðna tæknilega þekkingu til þess að stjórna stofnun, þú þarft að vita ákveðna hluti en það er ekkert þar með sagt að þú sett endilega verðmætari heldur en einhver sérfræðingur á gólfinu sem er að gera það sem hann er lang bestur í og svo er það líka þetta að eins og þú segir tæknileg þekking og reynsla
þýðir ekki endilega að þú verið góður stjórnandi. Það allt annað element í fólki og það ekki endilega þannig að þú verðir einhvað frjór eða geti brugðust við einhvað því sem að gerast í umhverfinu. Þú veist, það þýðir bara það að þú hefur tæknilega þekkingu og mikla reynslu. En strúktúrin auðvitað þannig að við erum alltaf að sækjast í það að komast efst vegna þess að það eru mestu peningarnir og okkur langar bara til að kaupa okkur nýjan bíl. Já, maður heitir stundu Kana sem að segja að sko einsleitnin kalli á leiðtogakrísu og það líka kannski eitthvað svona til að pæli að við viljum náttúrulega bara að fólk sé alls konar og fái rými til þess að vera alls konar. Já, það sem að ég mér sérstaklega hugleikið í bæði enga og opinberu rekstri, sérstaklega opinberu rekstri þetta bölvaða skrifræði sem er að verða og ég ekki svona veist, ég held að sko margar reglugerðir og annað sko það séu góðar, þú veist, kom í veg fyrir alls konar katastrófur, við sjáum þar ekki, sko, við finnum aldrei fyrir vegna þess að það gerast aldrei. En það orðið rosalega mikil fita. Já. Þú veist, það fólk sem í raun og veru ekki að gera neitt að gagni. Það hefur ágætt vinna en það er ekki að vinna að landi og þjóð mikið gagn. Og það spyr sig ekki að morgni dags hvers vegna nýti ég þeirra forréttinda að fara í vinnuna í dag og fá lán úr ríkiskassanum. Já, nei, og fæstir gera það sko. Það bara viðbjörsminn sem erum eitthvað að spá í það hvað ég að gera, skilur. Flestir eru bara að fá einhverja fína innivinnu og bara, þú veist, svo ertu bara í golfi og bara, þú veist, með börnunum þínum og svona, og þú ert ekkert að gera rosalega mikið úr því. Þetta grundvallar spurning. Já, fyrir okkur en alls ekkert fyrir sko meirihluta heilbrigðs fólk sko. Þú veist, ég ætla ekkert að gagnrýna fólk sem bara í vinn, þú veist, lítur bara á vinnuna sem leið til þess að bara komast af og lífa lífunu sko. Ég ætla að halda áfram að gagnrýna. Já, þú veist, það hefur aldrei hentað mér. Nei. Þessi hugsun hefur aldrei hentað mér en það ekki þar með sagt á hans röng sko. Og störf okkar eru ólík líka. Já, algjörlega. En það þetta, þú veist, við getum ekki gert svona kröfu á fólk vegna þess að flest fólk bara, þú veist, ég bara í næs vinnu, af hverju ætti ég að vera, sko, þú veist, setja sprengju undir stóli minn, skilur. Þú veist, ég bara hefða gott, sko. Einmitt. Heyrðu, sko, ég held við séum næstu því búin að tala í 1,5 klukkutíma en það samt töluvert eftir það enn svo margt sem langar til þess að vita. Þú ferð þarna norður og ert við Háskólann á Akureyri og svo farið þið aftur suður og þú varst þarna lengi með, hvað heita, rannsókn og ráðgjöf? Nei, ég var með 2 alþjóðlega rannsóknir á heilsu og líðan barna og unglinga, HBSC og S-batið og svo fengum við stóran styrk frá ríkinu til þess að vera með sem við byggum til íslensku æskulýðsrannsóknina. Já, íslensku æskulýðsrannsóknina. Sem í gangi núna. Já. Og ertu þá meir og minna eftir þú flyttur suður búin að vera að einbeita þér að börnum, ungmennum eða hvað? Já, það eiginlega, já, samt ekki. Ég skrifaði nú einhverja 4 bækur með Giorgio vinum mínum á Akureyri húmor og grimmd. Já. Þannig að það tók nú einhver tíma og svo það núna að því að nú á ég nú sennilega 10 ár eftir á vinnumarkaði svona guðlóðar að þá ég nú svona kannski fókuseraði meira á að skrifa bækur að því að það gefur manni meira rými heldur en þessar vísindagreinar þá einmitt verður þetta svona meira þetta væp sko. Já, þú skrifaði Sögu sálfræðinnar, ég las hana, mjög góð bók, aðgengileg og tókst einhvern veginn að hafa hana ekki einmitt ofræðilega, svona fyrir leikmenn. Já, og svo ég núna prófessor í íþrótta- og heilsufræði upp á menntavísindasviði og með í
tveimur mjög skemmtilegum verkefnum, annars vegar eitt verkefni sem ég er búin að vera með lengi ásamt honum Erlingi prófessor í íþróttafræði sem hann hefur stýrt svona það sem við erum að skoða einn árgang og erum búin að fylgja honum eftir bara mjög lengi, skoða heilsufarsbreytingar og svoleiðis og svo voru nokkrir ungir og upprennandi vísindamenn sem að drófum í rannsókn á fótboltastelpum sem að mér varst ógeðslega skemmtilegt að skoða svolítið ekki alveg nýja hluti en samt svona áhugaverður vinkill, en ég er eiginlega og það er auðvitað svolítið það sem að maður verður að horfa á er það, nú er maður svona komin á seinni hlutan og að því að einmitt, við erum svona störfum það sem maður hugsa, þetta skiptir máli sem ég er að gera og það er alltaf verið svona í bak við eyrað og þá er það, hvernig ætlar maður að enda, eða skilur hvað þarf ég að gera til þess að ég verið ánægður með ferilinn og það eru, fyrst og fremst kannski að skrifa einhverjar bækur þekkir þetta vera með þess að rítræp Já, þessi endalösa þörf til að tjá sig svona bara skekina maður myndi detta niður döður í kvöld þá liggi eitthvað fyrir, það er nú ein ástæðan en svo er náttúrulega líka bara það að mann langar til þess að miðla og þú svona finnur hjá þér þessa þörf til þess að Já, að skrifa bók eins og þú þekkir jafnvel betur en ég, það er rosalega leiðinlegt það er rosa gaman að fá hugmyndina ógeðslega gaman að fá hugmyndina bók og plana út blábyrjunin og gríðarlega skemmtileg blábyrjunin og maður hefur einhver svona það er einhver svona 3-4 setningar sem maður setur inn að þetta er geggjað flott hjá mér skrifar sér sjálft og hratt nákvæmlega og svo bara er þetta bara rosalegt ströggl og bara mikil yfirlega og maður veit það náttúrulega þetta er hugsanlega lélegasta tímakaup sem maður er á ævinni það er bara hræðilegt tímakaup en það sem mér finnst alltaf skemmtilegt í þessu er það að maður er að vinna með einhverja hugmynd og þetta breytir oft því sem að manni finnst eins og ég skrifaði Saga mannsandans og það bara breytti svolítið ég skrifaði þessar 4 bækur húmor og grimmd það sem við erum að fjalla tvö mjög stór hugtök og það bara, ég horfi ekkert á þetta sömu augum og það er auðvitað það sem að fær með því að gefa sér svona pláss í að þó að enginn lesi þetta maður veit aldrei þá er þetta er þroskandi fyrir mann sjálfan mikið sjálfskoðunar ferðalag og útkoma verður oft óvænt já, algjörlega og það er það sem að manni finnst áhugavert en þetta er bölva streð Já, ég var einmitt að tala við Sif Sigmarsdóttur í vikunni og hún sagði skrifa til þess að skilja heiminn og þá spurði ég en skrifar ekki líka til þess að skilja sjálfa þig og hún hló við því og kom nú heldur betur bara með eina persónu í nýju bókinni hennar sem er einmitt bara þetta ferðalag þannig að þetta er ein af ég veit ekki hvað margar leiðir við höfum en þetta er ein leiðin bæði til þess að reyna að skilja sjálfa sig og heiminn að setja eitthvað saman í bók Nei, algjörlega og það sem að maður hefur ég hef náttúrulega skrifað ótrúlega mikið af vísindagreinum og einhverjum skýrslum og svona og það er bara, það er bara ákveðið verkefni maður er með bara einhvað eitt og maður er svona alltaf að reyna að þjappa öllu saman Svolítið sálarlaust Já, það þarf samt að vera svona maður þarf að skrifa vísindi skemmtilega það þarf að vera þannig Er það hægt? Já Innan þessa það er bara krafa það er bara krafa að skrifa vísindagrein Það hef ekki allir heyrt þessa kröfu Nei, en að skrifa góða vísindagrein er eins og að skrifa ljóð ég sé það þannig að því að þú ert yfirleitt ekki að það eru mjög fáir vísindamenn sem að búa til einhvað bara glænýtt það er bara, einhverja svona ind sem aldrei hefur verið við erum bara að raða saman orðum
með einhverjum skipulögum hætti þannig að fólk hugsa bara, já, þetta svolítið sniðugt. Þetta bara eins og ljóð, sko. En þetta mjög eins og ljóðið, mjög þessur þröngar skorður settar. Þannig að það sem að færi bókum bara svolítið meira rými. Veistu, maður getur farið niður í alls konar kanínuhólu sem að maður kemst upp úr einhver stað mörgum mánuðum seinna og hugsa bara, herru, ég hendi þessu öllu saman eða, þú veist, geymi þetta var ekki heima hér, sko. Og það rosalega gaman. Já. Þetta alveg rétt hjá þér. Ég man alveg eftir því að hafa skrifað fræðigrein sem var líka skemmtileg og frjó og skapandi og það hægt en það truflar lesandan oft svolítið mikið, svona kall eins og mig þess endalaus tilvitnana flaumur. Hann einhvern veginn svona svona höktir aðeins í flæðinu að lesa, sko. En það kannski líka bara ég. Heyrðu, sko, nú ætla ég að ræða við þig þá það sem ég byrjaði á, sko. Listinn var leiðilegur. Og þetta náttúrulega alltaf fyndið að ef maður googlar því þá komi upp texti eitthvað leiðilegt, listinn var leiðilegur. Ætli þín verði minnst sem leiðilega mannsins sem við sjáum bara alltaf í leitargluggunum listina. Já, ég get alveg, sko, á góðum degi eða slæmum degi, þá get ég alveg staðið undir því, sko. Hvar hófst atrennan að þessu ferðalagi, hvernig þú hefur augljóslega brunnið fyrir því að færa í nýjan búning uppeldi og samtal foreldra og barna? Já, ég svona, sko, mér finnst á síðustu árum, af því að ég held að þetta sé svona tilfinning sem að margir miðaldra kallar hafa, að það sé aðeins of mikil eftirgjöf í uppeldinu og það hefði svona, og það einhvern veginn að sko leyfa börnum að takast á við erfiða hluti, að aga börn, að það sé einhvern veginn algjörlega bannað og þú veist, ég sé oft nýja foreldra með krakka sem eru kannski 2 ára eða eitthvað svoleiðis og þau eru að skýra út fyrir þeim í löngu máli, sko, hvernig af hverju þú mátt ekki eitthvað, sko. Og þetta og sko fyrir barni hlýtur þetta að vera bara eins og einhver orðasalat, sko, það skilur ekkert hvað verið að segja við það, sko. Þú fyrirgjörur ég brosi aðeins, mér finnst þetta pínu fyndið, sko. Nei, ég meina og mér langaði bara svona til að gera, þú veist, að svona setja smá svona heilbrigða skynsemi inn í þessa, það sem ég held að sé heilbrigð skynsemi, sko. Og reynda það sem að, sko, vísindi segja að sé heilbrigð skynsemi og það þetta með, sko, að kenna börnum aga. Og Ægi hefur rosalega slæmt orða sér skiljanlega vegna þess að sko í gamla daga, í þó góðu gömlu, þá var aganum misbeitt alveg rosalega. Já, en núna flytur fólk líka frá útlöndu til Íslands og segir ægin í skólastofun engin hér með í landinu þar sem við dvalið undanfarin ár. Nei. Og ég held nefnilega að við, sko, Íslendingar eru agalausir, bara yfir höfuð. Já. Það ekkert mér finnst það svolítið skemmtilegt svona, þú veist, að ákveðnu leyti, þá það skemmtilegt hvað við erum agalaus. Við erum svona, mér finnst það heillandi, en það samt þannig og við vitum það öll að við þurfum aga vegna þess að, sko, Ægi í eðli sínu ekkert annað en það að geta bara tekið tillit til annarra. Það ekkert öðruvísi. Þú veist, við erum bara að kenna börnum að taka tillit til annarra. Og það sem að, sko, það sem að ég hugsa oft það að það svo illa gert gagnvart börnum að sleppa þessu. Af því að, eins og ég sagði áðan, sko, þú veist,
foreldrarnir bara, þú veist, ég hef engan áhuga á því að aga börnum mín, þú veist, ekki miskilja mig, þú veist, börnum mín alltaf bara allt sem þau gera bara frábært og ég bara hlæja á allri vitleysunni og allt það, en ég þarf að gera það til þess að búa þau undir lífið, það er hlutverk okkar foreldra, er ekki að þú veist, börnin eru ekki til fyrir okkur, þau eru ekki statussymbol, þau eru ekki, þú veist, merki það að við höfum meikað það sem manneskjur í þessu lífi, þú veist, okkar hlutverk er að búa þau undir lífið og búa að takast á við hluti sem eru alls konar, erfiðir og flóknir og þau þurfa að standa á eigin fótum og svona, því að við erum ekki til þess að halda í höndunum alla daginn. Skólinn, þetta er ekki hlutverk skólans, hann gerir þetta, hann kennir börnum að hegða sér, en þetta er ekki megin hlutverk hans, þetta er megin hlutverk foreldrana. Vegna þess að ef að þetta tekst ekki, þá lenda bara krakkar á vegg á fullorðinsárum. Þegar að pusar, þá lippastu niður og þau bara standi ekki undir sjálfum sér, skiljið, og það er engin styrkur í þeim og þau verða bara, þú veist, þau þurfa, sko, get ekki staðið á eigin fótum og það er svona, þú veist, ekstremdæmi, þú veist, auðvitað, þú veist, höfðu öll þurft að þú veist, ég er ennþá að agast á gamals-aldri, skilji. En þetta er svona grunnurinn og þetta fannst mér vanta, mér fannst vanta ábyrgð foreldra. Það var eiginlega svona grunntónn í þessu, mér fannst vanta ábyrgð foreldra og ég var svona, sko, þú veist, þú getur ekki útvistað þessu verkefni, skilur. Það er, þú veist, það er fullt af, sko, apparötum í þjóðfélaginu sem að, þú veist, grípur inn í og allt það, en ábyrgðin er alltaf þín. Það er bara þannig. Það er enginn sem grípur barnið þitt eins og þú gerir það. Þú veist, þetta eru stofnanir, skilur. Það eru frábærar margar hverjar. En ábyrgðin er samt fyrst og fremst þín. Já. En þetta er ótrúlegt ferðalag búið að vera örugglega fyrir manni eins og þig, svona besta mögulega uppeldi dags í dag að maður telur. Og svo þegar við vorum að glíma við fyrstu verkefnin, kannski frumburðin, hvað áttu mörg börn og hvað er það elsta, gamalt og yngsta? Ég á fjögur börn og elsta dóttir mín er fædd 96 og yngsta dóttir mín er fædd 2008. Já, á þessum 12 árum eru það ekki svolítið breytingar, þurftur ekki aðeins að... Jú, algjörlega, en ég á sko börn fædda á milli 20 og 30 árum það er náttúrulega rosalega. Ég segi stundum sko allt sem að ég hafði lært þegar frumburðurinn fæddist, ég þurfti að aflæra það síðar, það er bara nánast bara nýr kubbur sko. Nei, það er alveg rétt, þetta er öðruvísi. Ég samt held ég að sko, ég hef alltaf haft mjög sterkar skoðun á því hvernig maður á að ala upp börn. Og ég er auðvitað, þú veist, ég er búið með sálfræðina þegar að elsta dóttir mín, sko, fæðist. Og ég, sko, þú veist, það þarf að leggja upp bara með alveg ótrúlega mikla blíðu og og natni, en líka bara mjög agað umhverfi og þú veist, það er nefnilega þannig að krökkum líður best þegar þau eru í ramma. Þau þurfa að sko, þau þurfa að reka sig á ramman og það er allt í lagi. Þau gera það bara og þú segir þeim bara nei, þetta er ekki boði. En ef þú býr til ramman, þá verða engir árekstrar. Þú leyfir þeim bara að vera frjáls í rammanum, svo verða þau úlingar, þá fara þau að íta sér út úr rammanum og það er líka bara gott. Vegna þess að það er partur af því að þetta er þinn rammi. Þetta er rammi sem þú bjóst til, svo eru þau að fara að búa til sitt umhverfi. Og þá þurfa þau þetta meira sjálfstæði og allt það. En að leyfa þeim að vera bara og hafa bara fáar, einfaldar og skýrar reglur. Ekki, sko, það versta sem að foreldrar gera
eru að sko, þú veist, einn daginn líður þér rosalega vel, þú ert í svaka góðu stuði, þú svafst vel nóttina og þá má allt. Næsta dag þá ertu búin að rífast í konuna, rífast í samstarfsmanniðin í vinnunni og þá bara allt bannað og þú ert bara, þú veist, bara, þetta eru fáarreglur og þú veist, það á til dæmis að leyfa krökkum að hafa háaða. Háaði bara, þú veist, það bara fylgir börnum, háaði. Fylgir þeim líka bara rusl og það fylgir þeim brotnar styttur og það er bara þannig. En til dæmis það er bannað að meiða. Það er bannað að stela. Það er bannað að ljúga. Veist, þetta er bara einfaldar reglur sko. Og þær ekki að fara í langt koddaspjall með koninu og það, já þetta var nú kannski svona pínlítið hvít lygi, kannski var hún hann að pæla. Það er bara bannað að ljúga. Það er bannað að ljúga. Og málið er dött. Það er bara þannig. Og sko málið er það að ég var einu svona að vinna með krakka sem var rosalega skemmtilegur, mikið fjör og við höfum bara verið ungur krakki sko, rosa mikið fjör. Og svo kemur mammans að sækja hann og þá byrjar hann bara að rella og væla og svona í henni sko. Og ég hugsaði bara, af hverju er þessi kona ekki að leyfa sér að sjá bestu hliðarnar hjá barninu sínu? Þú veist, af hverju hefur leyft þessu að falla í þetta mynstur vegna þess að þetta er ótrúlega skemmtilegu krakki en í kringum þig er hann bara rellin og vælin og þú þekkir svona dæmi skilur, það er bara hrikalega skemmtilegi krakkar en bara að því að mynstri sem er búið að koma upp er þannig að þegar að mamma kemur þá byrjar maður, eða pabbi, þá byrjar maður að rella og væla og vera lítill í sig og einhver leiðilegur. Þetta er óskiljanlegt. En þessi fyrirsjáanleiki frá deildags, þetta öryggi sem barnið býr við, að geysi ekki veðrið úti, að við færum það ekki líka inn. Nei, það eru þetta og náttúrulega þekkjum þetta úr sko alkohólisma, þessi meðvirkni sem að verður hjá krökkum alkohólista veist, það sem að er ekki fyrirsjáanleiki og þú veist, fyrsta sem að krakkin gerir þegar hann kemur heim úr skólanum er svona að taka stöðuna, þefa hvernig er ástandið þú veist, hvar í ferlinum er alkohólistinn, er hann að byrja að drekka, er hann þunnur, þú veist, er allt ómögulegt, er makinn brjálaður eða hvernig, þú veist, alltaf að sko reyna að skynja ástandið. Og þessi krakkar, þau verða sko á fullorðinsaldri, geta orðið frábæri sálfræðingar, vegna þess að þau eru rosa næm á það hvernig öðrum líður, en þau eru algjörlega í messi innra með sjálfum sig, vegna þess að þau hafa aldrei einhvern veginn fengið að sko upplifa það hvernig manni sjálfum líður eða taka stöðu með sjálfum sig. Það er alltaf einhver annar sem að skiptir máli. Má ég kjölfæra þessu sem ég sagði núna, spyrjaði út í eitt bara svona okkar á milli? Eru dæmi sálfræðingar sem eru mjög góðir í starfi en eru í algjör messi algjörlega. Það eru, þú veist, sálfræðingar eru náttúrulega bara eins og smiðurinn, skilurðu, sem að, þú veist, er rosa góður að smíða en, þú veist, það er endalaus verkefni sem að eru ógerð heima hjá. En einmitt kannski vegna viðkvæmninnar og brotsins þá verða þeir góðir sálfræðingar? Algjörlega. Það er mjög áhugavert. Ég hef aldrei pælt í því. Þetta er gömul svona jungisk hugmynd sko hinn særða heilara, sko. Og fullt sko, og það er auðvitað líka sko hvernig ætlar að nálgast mannesku ef þú hefur enga reynslu af því að vera brotin, skilur þú veist. Ég meina, þú skilur ekkert, þú veist, þú getur lesið það í bók en þú skilur það ekkert fyrir en þú hefur reynt það sjálfur. Þannig að það er alveg klárt mál, en líka bara þetta er ekki bara börn alkohólista. Þú veist, þetta er bara þetta, þú veist, það getur verið bara rosalega átök inn á heimili.
þú veist, og barnið bara kemur alltaf inn og bara alltaf að reyna að greina hvernig ástandið og þá bara kviknar þessi meðvirkni, sko, þannig að þú veist, þetta til á öllum heimilum, sko, en þetta rosalega slæmt að gera barninu sínum, þegar maður verður bara að taka ábyrgð, fyrir að síðan þá verður maður bara að hugsa, herðu, verður bara að gera betur og það einmitt, sko, ég oft spurður það hvort að ég mæli með einhverju svona sjálfsræktarprogrammi, þú veist, að vera foreldri geggjað sjálfsræktarprogram því að það bara hverjum einasta degi þá, þú veist, þér boðið að bara stíga upp og verða bara betri manneskja. Þú veist, þú búin að klúra einhverju og við gerum það öll, sko, við klúrum massíft í uppeldi. En lífið bara eitt klúður í annað, ekki missa móðin. En á hverju degi þá það bara þetta, ok, nú þarf ég að vera betri. Nú þarf ég að sýna mína bestu hlið. Ég þarf að vera þolinmóður og samkvæmur sjálfur mér og blíður og góður og allt það. Ég verð bara að gera þetta. Það skiptir engu máli hvað í gangi. Ég verð bara að stíga upp. Á maður óhikað að biðjast afsökunar? Já, algjörlega. Frá með hvaða aldri? Hvenær byrjaðu að skilja það? Ég held að ég hafi biðið börnum mín afsökunar bara hvers skipti sem ég hef gert eitthvað svona, þú veist, verið eitthvað óþarlega hvass eða þú veist, ekki verið með athygli eða eitthvað svoleiðis, sko. Og það vænlegra til árangurs að að börnin upplifi þá mynd að manni sem foreldri sem einmitt breyskum, ófullkomnum einstaklingi eða skiptir það börn meira máli að trúa því að pappa og mamma séu svona ákveðnar ofurhetjur á maður einhverju sinni að útskýra sjálfa sig eða íþyngja börnum sínum með því að... Já, þetta góð pæling, sko. Þetta mjög góð pæling. Ég held að sé, sko, bæði já og nei, sko. Þetta gerist hjá börnum, þú veist. Þú upplifir þetta sjálfur, sérstaklega, sko, með feður og drengi. Þetta öðruvísi með stelpur og pappa, en það bara önnur mikilvæg dýnamík í gangi en á einhverjum tíma þá fer drengurinn að samsvaras, þú veist, það bara þannig. Já. Og fyrir mér þá fannst mér þetta mjög óþægilegt, sko. Að því ég hugsaði, sko, þú veist, þessi litli strákur, hann lítur upp til mín, hann veit bara ekki, hann þekkir mig bara ekki nógu vel, sko. Veist, ég á ekki innistæðu fyrir allir þessari aðdáun, sko. Og og það, maður getur ekki gert neitt í þessu, þetta bara, þú veist, þetta bara nákvæmlega eins og við vorum við feður okkar, skilur, þú veist, maður bara leit upp til þeirra og allt það og það gott, en sko ég alltaf til í að biðja fólk afsökunar á því, mér finnst það bara það er bara gott, þú veist, þú biður fólk afsökunar, ég meina það fullt af tilefnum, sko. Ég er ekkert fullkomin, en ég get séð að mér og mér get þótt leiðilegt og mér finnst það bara svona virðingavottur og ég meina stundum hef ég æst mig við börnin óþarflega mikið og þá bara sorry með þetta, sko. En mér finnst, sko, en þetta að sko að vera vinur barna sinna, að vera að deila með þeim einhverju, það finnst mér ekki rétt. Nei. Og ég svona, þú veist, þar ert að setja krakka í stöðu sem hann ræður ekki við. Já. Skilurðu, og ég alls ekki á því að við höfum að þykjast vera einhvað fullkomin, þú veist, við höfum að segja nákvæmlega, þau læra af því að við höfum strögglað. Þú veist, það rosa leiðilegt að sko, þú veist, vera strögglandi úlingur og hugsa bara, já, en sjáu hvernig pabbi og mamma gerðu, þú veist, það lék í höndunum á þeim. Það ekki réttu skilabóð. Þetta var bara bölvað, vesen, margar efasemdir, mikið af, sko, dýfum og allt það. Það allt í góði. En að vera að deila með börnunum sínum einhverju svona intimate hlutum, það finnst mér alls ekki lægi, sko. Nei. En sem sagt, þetta eru nokkrar einfaldar og ófrávíkjanlegar reglur. Já. Samanber það sem hún nefndir á. Já, og það einmitt, sko, ég gaf sjálfur mig lofur að því að þú spurðir þessar spurninga þarna, ég hugsaði það, ég gaf sjálfur mig lofur, ef ég einhvern tímann myndi
setja einhverja reglu sem ég leið og ég myndi sleppa orðinu finnst vera asnaleg. Hugsa, nei, þetta nú ekki gott. Ég myndi samt halda hana. Já. Og þetta hefur reyndar aldrei gerst, en ég gef mér leyfi til þess að ef ég seti reglu, þá stendur hún. Og jafnvel þó ég fatti þetta var nú, ég hefði nú ekki átt að banna þetta einhversleis, vegna þess að sko, fyrir mér skipti fyrirsjáanleikinn öllu máli. Ég veist, sko, það öryggið í því að það sem ég segi það stendur, það skipti bara meira máli heldur en ef ég myndi hugsanlega klúra því. Og á það ekki enn við hið fornkveðna að hegðun þín það sem þú gerir skiptir samt enn miklu meira máli en það sem þú segir. Já, algjörlega. Þú getur náttúrulega ekki verið að sko, þú veist, predika og þetta til dæmis sko, ég hugsa svona, þú veist, hvernig erum við, til dæmis ef við erum að baktala fólk mikið heima hjá okkur, ef við erum stanslaust að þú veist, hrauna yfir fólk sko og svo barnið með okkur út í búð og þá hittum við viðkomandi og við erum bara hæ elska mín, rosa gaman að sjá þig og þú veist, þú ert alltaf svo flottur í tauginu og þú ert nýbúin að vera að segja heima hjá þér hvað með þessa skyrtu hver lætur sjá sig svona skilu, þú sérð alveg fyrir þér hvað barnið lærir af þessu. Úps, það bara enga treysta og þetta einmitt þetta fundamental traust traustið á foreldrunum. Það ræður öllum samskiptum síðar meir. Við maka, vini, starfsfélaga, þú veist, það þú veist, þetta samband siglir með okkur alltaf. Við erum svona að reyna að skilja það oft svona setna á ævinni. Hvernig var þetta og svona en það er rosalega erfitt að losa sig við það vegna þess að það sko þetta eru brautir sem að mynduðust áður en að við höfðum eina hugsun, áður en við höfðum tungumál, skilur við. Og þú veist, þegar við vorum mjög svona sko óviss í hugsun þá myndast þessar sterku brautir við höfum stundum ekki einu svona orð þær sko við skiljum þær ekki en það skila sér alltaf aftur og aftur í öllum samböndum sem við erum í öllum tengslum. Þetta magnað. Og eins og ræðir þetta skeið að vera foreldri, þetta eru árin sem að sannlega skipta svo miklu máli. Ef við erum að leita einhverjum lífstilgangi, þá hann að minnstakosti inn á heimilinu meðan við erum með börn sem að það býr heima hjá sér. Já. Og það er fátt sem að skiptir kannski meira máli en þetta. Nei, þetta er auðvitað klálega vera skítsæmilegt foreldri. Já, svona foreldri upp á 7,5. Já, svona upp á 7,5. Nei, ég í alvörunni. Foreldri upp á 7,5. Vertu bara foreldri upp á 7,5 þá ertu bara með fyrstu einkunn og það er bara nóg. Skilur við. En að því að þú veist sko, við megum heldur ekki tapa okkur í þessu hlutverki sko. Stundum og hvað er að gera þegar þau fara? Já, segðu Þú hefur nú þurft að sleppa þínum ég elsta barnið að minnstakosti. Jú, þetta þau eru smá saman að sko fara út af heimildunum. Já, algjörlega þá Hefur það reynst þér erfitt? Nei, sko, en það er bara eins og þú veist, sko, maður hefur alltaf áhyggjur á börnunum. Maður hættir aldrei að hafa áhyggjur á börnunum. Nei. Það er einhvern veginn amma mín sagði mig þetta þegar hún var sko orðin næri áttræðu sko. Það er verst þegar maður réttlætir sko vonda hegðun, óafsakanlega hegðun á manns eigin hálfu með áhyggjunum. Já, algjörlega. Það hefur kannski komið fyrir fleiri en mig. Já, hvað, þú veist, segðu mér aðeins meira frá þessu. Nei, ég meina svona, gefðu mér aðeins. Scenaríóðu getur verið þú þarft nú ekkert að hækka róminn. Nei, en það er vegna þess að ég hef bara dálilega áhyggjur á þessari stöðu sem komur. Já, algjörlega. Nei, þetta er gott dæmi, sko, af því að það er þetta að einhver tíma verður maður að sleppa tökunum. Þetta er rosa erfitt. Það er svakalega erfitt að sleppa tökunum á einhverju sem maður elskar meira en sko lífið sjálft. Já. Og einhvern veginn bara að sjá á eftir því en þetta er svo mikið kjarni í öllu lífinu. Það er þetta að geta sleppt tökunum bara
þú veist, ég hef ekki stjórn. Ég hef bara stjórn á svo rosalega fáu í mínu lífi og einhverju annari fullorðni mannesku, ég bara hef ekki stjórn á henni. Nei. Þú veist, og ég verð bara, þú veist, og þess vegna skiptir svo miklu máli að maður sé með hugan við hvað maður er að gera þegar þau eru heima, sko. Að maður sé að undirbúa þau undir allt, vegna þess að ég get ekki gripið inn í allt þegar sko seinna mér. Einmitt. Nýta tækifærið á meðan það er í greipum okkar. Það er bara eina tækifærið sem við höfum, sko. Hitt verður rosa flókið, sko. Það verður, þú veist, auðvitað, þú veist, ef einhvað mikið kemur inn, þá erum við fyrsta fólki á staðinn, sko. Ef einhvað mikið gerist, þá erum við en helst þannig að þau leiti til okkar, ekki það að við ríðumst inn, sko. Já. En við erum samt mætt á staðinn, sko. Já. En það verður samt að passa sig á því að við ekki, sko, að svona infantalisera fullorðið fólk, sko, gera þau, koma fram við þau eins og smábörn, sko. Þú veist, þau eru bara að lifa sinn sannleik, sko. Þú veist, dætur mínar hafa aðra afstöðu til lífsins heldur en ég, sko. Já. Og mér finnst það frábært. Já. Og þú veist, og ég sé það með, þú veist, strákið minn Atla að hann er líka, og yngsta dóttir mín, hún hefur líka aðra afstöðu til lífsins heldur en ég, og mér finnst það frábært, skilur. Þau hafa, þú veist, þetta gengur út á það að þau finni sína leið, sko. Já. Séu ekki, sko, einhverjar míniútgáfur af mér, sko. Ég hef engan áhuga á því. Nei. Heyrðu, við höfum sittið hér í næstu í 2 klukkutíma og það er búið að vera gaman allan tíman. Bara svona rétt í blálókin. Hvað heitir konaðin? Guðríður Ólafsdóttir. Ólafsdóttir. Hvað myndirðu segja hana sem áhrifavaldi í lífið þínu? Þetta er skemmtilegt, sko. Af því að við erum að tala sko uppeldi og ég er að tala sko að vera búin að ala börnin upp, sko. Þegar að þau fara út í lífið, sko. En svo er það auðvitað þannig að það er ýmsir sem að taka við mann. Þú veist, sem að þurfa að vinna ákveðna vinnu, sko. Já. En ég segi alltaf, sko, þú veist, steypuvinnan verður að vera unnin á æskuheimilinu. Já. Fínpúsningin, hún er síðan eftir, sko. Okay. Og það hefur auðvitað þurft að fínpússa mig talsvert. En nei, það er auðvitað bara ómetanlegt að eiga maka sem að styður mann og það sem að mér finnst, sko, það sem að mér finnst svo gott í góðu sambandi er einmitt þetta að stundum á maður bara ekki góða daga, maður er ekki sínu besta formi og þá er einhver sem að svona tekur slakan og svona maður finnur fyrir því að það er einhver sem að er tilbúin til þess að taka manni eins og maður er og lyfta manni aðeins upp og kannski gangi einhver verk sem maður er ekki í stuði fyrir, skilur. Nei. Og þú veist, vonandi gerir maður það sama á móti þegar hinn aðilinn er einhvað aðeins svona off og þetta held ég að, sko, þetta er það sem að mér finnst skipta mestu máli svona að þú veist, hafa einhvern svona sem styður þig þegar þú ert ekki alveg upp á þitt besta og svona, þetta náttúrulega bara ótrúlega þetta er ótrúlega magna að ganga í gegnum lífið með einhverju mannesku og ég hugsa oft það, sko, ég hef alveg farið í svona ferði með vinum mínum og ég á mjög góða vini, rosalega skemmtilega stráka, alveg geggja fjör en svona eftir 4 daga þá er ég svona það er aðeins að fara í töðan á mér og svona, sko og ég er svona alveg glaður þegar ferðin er búin, sko þetta er bara of mikil nærvera og svo er maður með sömu manneskjunni, sko áratugum saman og þetta, þú veist, ekkert alltaf í stuði, sko. Nei. En maður hugsa það bara að þetta er ótrúlegt að geta verið í þessari miklu nærveru, sko, allan annan tíma. Já. Og bara, þetta er bara gott, sko. Já.
Sumir segja að maðurinn einn einum að hálfur en aðrir segja að maðurinn alltaf einn. Já, sko, maðurinn náttúrulega alltaf einn með öllu. Ekki? Jú. Það er auðvitað málið, þú veist. Við erum auðvitað bara, þú veist, við erum bara partur af öllu. Og það finnst mér alltaf svo skemmtileg pæling, sko, þú veist. Og fyrst að við erum að klára, sko, þessi pæling með, sko, eilíðina og óendanleikan, skilur. Veist, allt sem að þú sér hérna fyrir fram að þig hefur verið partur af einhverju öðru. Já. Þú veist, þetta var hamborgar og franskar hérna á einhverjum veitingastað og hérna vatn úr krananum mínum og eitthvað svona. Þetta var bara eitthvað annað. Já. Svo komið inn. Það er ekkert af því sem að er hér sem að var daginn sem ég fæddist. Það er allt farið. Já. Það er allt orðið að einhverju öðru. Já. Og þannig, þú veist, finnst mér einmitt þetta, sko. Við erum bara partur af öllu. Já. Og hérna... Þannig að þú blandar saman raunvísindum og heimspeki í þínum nálgun á lífið. Þú veist, þetta er bara lögmál efnafræðinar, skilur. Er þetta efnafræðilögmál? Þetta er bara efnafræðilögmál, sko. Sem hægt að heimfæra upp á ýmsar heimspekikenningar. Já, og þetta er bara, þú veist, að því að það er oft svona sem að fólk, sko, er að rugla því saman einhvern veginn að ef maður er vísindamaður þá getur maður ekki verið spiritual, sko. Það er algjört bull, sko. Já, sérstaklega út raunvísindamaður. Nei, mest spiritual fólk sem að ég þekki, það er allt raunvísindafólk. Því að það veit, auðvitað, í fyrsta lagi, sko, hvað maður veit lítið, sko. Já. Og sér auðvitað, þú veist, þetta, ég meina, það er bara staðreynd. Já. Ekkert af því sem þú sér hérna fyrir fram að þig var til daginn sem ég fæddist. Og það sem þú ert að sjá fyrir fram að þig er bara hamborgarinn sem ég keypti mér, vatni sem ég drakk. Þú veist, það er bara staðreynd, skilurðu. Og þannig að ég er eitt með öllu. Já. Ársæll, ég ætla að sleppa þér hérna úr búrinu. Það er sennilega ekki tilvílun að kennslustund 40 mínútur. Er mannsheilinn svona jafnaði með einbeitingu í 40 mínútur? Nei, svona 10 mínútur. 10. Þannig að það eru svona 110 mínútur síðan við sónum burt. En hvernig reynsla hefur þetta verið fyrir þig að fara í svona langt viðtal og spjalla við gamlan kunninga? Þetta er náttúrulega bara eins og við sitjum yfir kaffibolla á bláu konnunni, sko. Þetta er svo sem ekki öðruvísi. Nei, þetta er ekki mikið öðruvísi. Það verður kannski verða þegar ég fyrir að skoða þetta eftir og segja, hvað bull er? Þú sagðir að þú er svolítið stressaður, er eitthvað sem ég glemt að spyrja um? Nei, ég held að það dekka bara allt mjög vel. Þú veist, við erum náttúrulega þannig báðir að við náttúrulega bara kveikir á okkur og við getum bullað alveg bara tímunum saman, sko. Þetta er mikið samvinnuverkefni, svona langt viðtal, þetta er dans. Það þarf tvo til að stíga tangóinn. Ég bara þakka þér fyrir að skrifa undir danskortið mitt. Þakka þér sömuleiðis, kæra þakkir. Gangi er allt í haginn. Ársæll Árnason, prófessor. Takk fyrir Helgi Spjall. Takk fyrir sömuleiðis. Og svona rétt kannski að minna ykkur hlustendur áhorfendur á þáttinn Synir Egils sem er á morgun, hefst klukkan 20:40. En kæra þakkir fyrir samveruna og ef ykkur líkar það efni sem þið rekist á hjá okkur á samstöðinni og sjáu það með rafrænum hætti, endilega deilið því. Það skiptir okkur miklu máli upp á framgang okkar og þjónustu við ykkur að við séum sem sýnilegust. Takk fyrir að fylgjast með, verið sæl. Segðu það á samstöðinni.